Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru kattbræður sem að heilsa ykkur að vanda, Birkir Karl og Leifur. Já, góðan daginn, góða kvöldi. 311. Bingo. Já, aldrei svo vant. Beint á höfuð, en við erum með virkilega skemmtilega þátt í kvöld. Já, ég held að séu... Margir búin að bíða spenntir eftir þessum. Já, ég er búin að bíða spenntir eftir henni síðan 2022. Aldrei gefast upp, krakkar. þú ert holdgerfingur þess. Já, eins og ég sagði, það er nálgunarbanni að þeir koma. Gestur okkar í kvöld er Jón Sigurðsson, forstjóri Stoða, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hvernig leikur á því, Jón? Gleðilegt sumar og allt það? Já, gleðilegt sumar í þessu fína haustveðri. Það leikur bara vel á mér. Já, takk fyrir það. Hvernig sumar er búið að vera svo far, búin að fylgjast vel með heimsmeistaramótinu? Já, ef þið ætla að tala um fótbolta þá held ég að það ætla að fá einhvern annan en mig, sko. Já, það er mér ranga gest. Já, það er mér ranga gest, en jú, ég sá allavega vítaspyrnu keppninni í gær hjá Þýskalandi. Hún var rosaleg. Þið get ekki neitt samt þjóðverðinir í ár. Nei, það skilst mér ekki allavega á lýsindunum. já. Hvert er þitt sport? Ekkert sérstætt. Ég var í körfubolta einu sinni og svo, ég sé, þar ég að fylgjast með svona bara í gegnum stigaskorið, hvernig staðan er í enska boltanum, svo ég geti rætt við einkaþjálfarinn og æfingafélagann, en að öðru leyti, jú, horfum við stundum á formúlu og svona, en ég er ekki diehard yfir neinu, sko. Nei. Gerum þetta nú sjálf, ég ætla samt að gera þetta núna. Já. Einhver tengingu skák? Nei, maður bara var svona fyrkt að vita þegar maður var miklu yngri, en það náðu nú aldrei neinu sérstaklega flugi, sko. Nei. En maður kann mannganginn og svona rétt rúmlega það, en ekki mikið meira, sko. Já, slarkfær. Já. En ef við færum okkur, nema við viljum bara halda áfram í íþróttumyndingu. Tölum bara um fótbolta. Færum okkur í fjárfestingarstefnu Stoða, beint í kjötið, og það eru þetta kaldi sem að fara okkur hana. Já, heldur betur. Skal opna mér rétt fyrir þig. Ertu til í að gera það? Í mikrofónu bara, takk. Og fyrir hlustendur. Græða á daginn og drekka á kvöldin. Það er svarið sem að brugsmæði kaldi hefur svolítið verið að tala fyrir. Og suma kaldi og kaldi læt. Rétt. En Stoðir, áður flugleiðir, síðar FL Group og núna fjárfestingafélag með 58 miljardar í eigið fé og kjarna í Arion, Símanum, Kviku, First Water, Arctic Adventures og Bláa lóninu. Við byrjum bara því, hver er fjárfestingastefna Stoða í dag? Já, það er alveg ágætis spurning. Við svo sem við erum ekki með mjög fastmótaða stefnu. Við veljum okkur í raun og við viljum vera með stórar og fáar fjárfestingar og svona eru nokkrar ástæður í því. Við erum ekki fjölmennur hópur, við erum 8 starfsmenn og 6 sem eru í fjárfestingunum, þannig að við getum ekki verið með endalaust mikið af verkunum. Við viljum vera svona, hvað við segja, með svona aðkomu að fjárfestingunum og við vinnum mikið í þeim og sitjum oft í stjórnum og slíkt, og að þú ert með þá nálgun á fjárfestingar þá takmarka það líka þann fjölda sem þú getur verið með. Það er í raun og ekki formleg fjárfestingastefna hjá félaginu. Við getum fjárfest í hverju sem er, hvað sem að skráða og óskráða, minnihluti, meirihluti, Ísland, útlönd, sem gefur okkur í raun og að okkar mati, þann sveigjanleika sem að við þurfum til þess að finna áhugaverð tækifæri, og einhverju leiti, þú veist, er það tilviljun að akkurat í augnablikinu er meirihlutin eða langstærsti hlutin af eignasafninu hér á landi, en við höfum svona þróa kannski eignasafnið einhverju leiti yfir. Ef við horfum svona frá því að við hófum fjárfestingastarfsemina aftur fyrir 8 árum síðan, þá hefur við svona verið að þróa eignasafni í þá átt að hluti af eignasafninu er bara svona innanlandsstarfsemi sem er eins og Síminn. Fjármálaþjónustan er svo alltaf svona ákveðlega svona sérfyrirbæri, og svo hefur við verið að bæta við okkur í útflutningsgreinum sem er þá annars vegar ferðaþjónustan og svo eins og að laxeldið. Þannig að þetta er svona, þetta er einhverju leiti svoleið sem þetta hefur byggst upp. Og síðan má segja kannski svona að næsti fókus eða næsta skrif hjá okkur er að horfa síðan út fyrir landsteinana, en við höfum alltaf verið að horfa bæði á atvinnugreinar og fyrirtæki þar sem að við getum, hvað við segja, verið að láta hluti gerast og ef við horfum bara á hvað hefur verið í gangi í eignasafninu, að þá gengur þetta mjög mikið út á að kaupa og selja og sameina og ná fram hagræði og slíkt. Og það eiginlega er sammerkt með öllum fjárfestingunum okkar þá kannski fyrir utan uppbygginguna í laxeldinu sem er svona verkefni sem er annars eðlis eldur en allar hinnar. Þannig að það er kannski svona
stóra myndin í þessu myndi ég segja. Já, eins og nefnir 6 kjarnafjárfestingar eins og Leifur kom inn á intrónu, kannski svarar þessu á hann, af hverju svona fáar og stórar, þetta bara tilviljun eða viljið þið vera með fókusin bara á fáum og réttum stöðum? Ja, þetta er, hvað við segja, þetta er úthugsað og sér valið, þú veist, sem að þetta hendar okkur, það bara hendar því sem að við erum að gera, að vera með stór fyrirtæki, þau svona eru með öðruvísi og yfirleitt náttúrulega bara meiri innviði til þess að takast á við til dæmis kaupa fyrirtækjum. Það er auðveldara og eins og við segjum oft, sko, það er jafn mikið vinna að kaupa stór fyrirtæki og lítil fyrirtæki og þá viljum við vera frekar í stóru kategóriunni heldur en litlu. Þá kannski spyr maður fyrir fólk sem er hlusta kannski með fyrirtæki til sölu, hvernig veljið þið fyrirtæki sem þið fjárfestið í? Hvað þarf fyrirtæki að hafa til að komast í eignasafn stóða fyrir utan kannski að vera stórt? Já, þú veist, það er kannski við höfum svona verið að horfa á fyrirtæki sem eru með, hvað við segja, efnaðsreining eða eignir, svona áþreifanlegar eignir og eins og þið sjáið, við erum ekki mikið í hugbúnaðarbransanum eða einhverju slíku. Fyrir utan það er alltaf einu undantekning og allir reglum, þannig að við erum með litla fjárfestingu í hugbúnaðarbransanum, en svona í stærri myndinni, þú veist, við fjármálafyrirtækin eru náttúrulega bara innviðir, eru með efnaðsreining og svo framvegis. Þegar við fórum í símafyrirtæki, þar voru innviðir, skipti mjög miklu máli í þeirri starfsemi þar eru. Í ferðaþjónustu fyrirtækjunum þar sem við erum, þar eru innviðir, áfangastaðir og gríðarlega mikið landsvæði og sem að hvað við segja eru áhugaverð fyrir ferðamenn og síðan eru að byggja upp innviði í matvælaframleiðslu. Þannig að eins og einhver myndi segja að hluta til viljum við bara vera í svona þessum, já, hvað við segja, gamla business sem að bara fólk þekkir, ekki vera að reyna að finna upp hjólið. Og við höfum til að mynda og því að það er bara ekki okkar styrkleiki, við haldum okkur svona frá í raun og veru svona nýsköpunar fyrirtækjum og slíku, ekki af því að okkur finnst þau ekki spennandi, það bara endar ekki okkar stefnu eða eignasafni og það þarnast líka bara miklu meiri mannskaps og slíks heldur en þegar við erum að vinna með fyrirtækjum eins og í eignasafninu okkar. Þannig að þú veist, við allavega höfum mestan áhuga á því að horfa á fyrirtæki þar sem eru, þú veist, verksmiðjur, trukkar, bílar, skip og eitthvað áþreifanlegt til að svona, eins og við segjum, sparki dekkin. Þetta er nú einhverju, þess að við verið líkt við skil í þeim skilningi að þetta eru kannski þau fjárfestingafélög sem að er á Íslandi og ég redda við Jón Óskar á sín tíma sem er nú þekktur fyrir að vera dílakall og þeir eru með fjárfestingafélag þá vill oft verða að dílandi komi til þín en ekki öfugt. Er ekkit erfitt að missa augun á boltanum? Er ekki verið að pitcha slatta til þín? Jú, ég held að þú veist, það er bara svona góð blanda sem að myndast í því. Þú veist, einhverjar fjárfestingar hafa klálega bara komið til okkar, aðrar höfum við fundið og einhverjum skilningi höfum við búið til einhverjar. En eins og þeir sem að kannski, ef við horfum á söguna, eins og segi, yfir þessi 8 ár þá við sitjum eftir með svona 6 kjarnafjárfestingar í dag. Við erum kannski búin að gera á þessum 8 árum erum við kannski búin að gera svona, ef ég segi svona sinni einföldustu mynd, kannski 15 fjárfestingar og sumar hafa aldrei sést af því að það var bara verið, það var svona kannski fyrir mörgum árum síðan þá vorum við ofta lána eitthvað eða gera eitthvað svona minna sem var ekki opinbert en við erum kannski búin að skoða 350 mál á þessu sama tíma og sitjum eftir kannski búin að gera 15 og sitjum eftir með 6 í dag. Þannig að það fer mjög mikið í gegnum borðið hjá okkur og við erum enga síður mjög agaðir í því að vera ekki að bæta við og í raun og veru hefur ekki bæst við eignasafnið okkar núna síðast Arctic Adventure 2023 fyrir 3 árum síðan. En að samaskapi eru fyrirtækin okkar búin að vera mjög aktív í því að stækka, vera að finna sér ný tækifæri og svo framvegis og
við kannski komum nánar því eftir. Já, það er heldur betur stóðar handbragð yfir þeim. Já. Eignasafninu. Maður sér alveg... Já, þeir langar þetta að kaupa podcast. Þá kannski spyr maður að þegar tölum þess að 6 kjarna, hversu virkir eigendur eru þið og eru það að blanda ykkur í daglega rekstur eða stefnu? Það er náttúrulega mjög mismunandi eftir fjárfestingunum. Ef við horfum á við erum búin að vera fjárfestar í Símanum frá 2019 og mjög fljótlega eftir að við byrjum að fjárfesta í Símanum þá óskuðum við eftir hlutafundi og ég fór inn í stjórn félagsins og við erum búin að vera stjórnarformaður síðan 2019 og í því felst náttúrulega mjög svona mikil aðkoma að því sem að hefur verið í gangi og tengist í raun og öllu og við hefur verið viðlóðandi allt sem hefur gerst í því félagi síðan þá síðan með óskráðu fjárfestingarnar þá hefur við yfirleitt verið með 1-2 stjórnarmenn við erum með 2 stjórnarmenn í Arctic Adventure þar sem að Lárus Velding sem er fjármálastjóri Stoða er stjórnarformaður og ásamt Benedikt sem vinnur hjá okkur og í stjórninni þar og sjálfur er í stjórn Bláa Lónsins og síðan erum við með fulltrúa í stjórn First Water þannig að það er svona mjög mikil bein aðkoma og svona bara mikil stuðningur við þau verkefni sem er í gangi fjármálafyrirtækin eru annars eðlis, við erum ekki með neina beina aðkomu að stjórn eða stjórnum þeirra fyrirtækja þar eru við þú veist, einhver myndi segja eins og hver annar fjárfestir í þeim skilningi að þú veist, við hittum stjórnendur bara eftir ársfjórðungsuppgjörinn og förum yfir stöðuna og svo framvegis en kannski að einhverju leyti erum við duglegri við að láta koma okkar sjónarmiðum á framfæri og svo er það þá stjórnenda og stjórnar að ákveða það hvort það sé eitthvað viti því sem við erum að segja og hegða sér í samræmi við það. Og þá einmitt kannski spyr maður sko virk eigendastefna eins og þeir greinilega byrja ykkur í hvenær hætta hún verði afskiptasemi sem stjórnendur þurfa ekki á að halda? Já, ég held að þið þurfa að fá bara stjórnenduna í fyrirtækjunum okkar til þess að kommentera það. Ég vil trúa því og að svona okkar aðkoma sé nú til stuðnings við stjórn og stjórnendur þar sem að við erum eigendur. Við erum langtíma fjárfestar, við erum ekki bundnir af einhverjum tímarömmum, við erum ekki private equity sjóður sem að þarf að selja eftir 3 ára eða 5 ára eða eitthvað slíkt, við getum hugsað til langs tíma og það var kannski einhverjur höfðu nú ágjörð því held ég svona þegar við vorum að byrja aftur ef við getum sagt sér svo að við varum svona bara svona kæmum og færum og kæmum og hræðum upp í öllu og letum okkur svo hverfa en ég held að við séum búin að sýna það að við hugsaum til langs tíma og erum að byggja upp þau fyrirtæki sem við fjárfestum í. Þannig að ég trúi því að þetta sé nú frekar jákvætt og til stuðnings og eins og svo verður bara komið ljós hvaða yfirlýsing að koma eftir þetta viðtal frá stjórnendunum sko. Já, allir stjórnendur við það allavega að tala við hjá Jóni, þeir eru ánægðir með það. Já. Þóri ekki öðru? Þeir eru allavega alltaf ánægðir þegar ég tala við þá þannig að ég bara trúi því. Ef við förum aðeins yfir bæði árið sem leið og fyrsta ársfjórðung þessa árs uppgjörið stóðir hagnaðist 6,8 milljarða árið 2025 eftir að hafa hagnast 4,1 milljarð árið áður og 61% af fjárfestingartekjurum 2025 komu frá skráðufélögunum og 39% frá óskráðum. Óskráðar eignir eru stærri hluti af heildareignasafninu en skráðar. Sko, ef við byrjum bara kannski á hagnaðinum ánægð með þetta eða hvað? Þetta hefur gengið ágætlega hjá okkur ef við horfum svona yfir þetta 8 ára tímabil en það var náttúrulega verið góðar og slæmar og þó að í einhverjum skilningi séu þetta háar tölur eða hvernig sem ef við horfum að það þannig en þá enga síður eins og þið nefnduðu upphafi að Stoðir er ágætlega stórt félag með mikið eigið fé og ég myndi segja að ávöxtunin í fyrra að við erum bara með ágætum, rúmlega 13%
en kannski var hún var ekki neitt eitthvað til að rópa húrra fyrir 24 en eins og við horfum yfir þessi 8 ár þá kannski höfum við verið að skila í kringum 16% árlegri ávöxtun og það náttúrulega bara eðlilegastara starfsemi að það eru ár þar sem að gengur vel og ár þar sem að gengur ekki jafnvel og það í raun og veru bara þú veist, hvað við segja hluti af því að reka svona félag að bara halda kúrs og halda áfram og eins og flestir vita sem að eru eitthvað viðlóðandi sérstaklega hlutabréfamarkaðinn hér á landi að þá þetta nú ekki verið dans á rósum síðan eiginlega 2021 sem að var náttúrulega frábært ár en svona síðan þá hefur þetta nú verið heldur lélegt og þegar við svona horfum til þess og bara eignasafnið okkar hvernig það hefur verið að ávaxtast í samanburði við það sem að svona vísitölur hafa verið að gefa og svo framvegis að þá getur maður ekki annað heldur en að vera ánæður. En eins og talar ár frá ári, erfitt að kannski horfa það, frekar að horfa í einhver 3, 5, 7, 8 ára tíðanbil. Kom náttúrulega fram á aðalfundinum eitthvað, þá fóruð við fyrsta ársfjórðunginn að það lítið þá var ansi hættulegt en maður ætlar ekki að fara að skoða stök ára, að fara að skoða staka fjórðunga. Já, ég held að ég nú það heppinn að vera með góða hlutafa, það eru 125 hlutafar í stóðum og ég hef svona lagt upp með það að vera með góða upplýsingagjöf þó við séum óskráð fyrirtæki og upplýsa vel það sem í gangi á hverjum tíma og ég hef bara sagt að á þessum 8 árum að þá hefur bara aldrei hlutafi haft samband við mig út af einu og það hefur verið frekar mikil svona stöðuleiki í eigendahópnum og ég held að hlutafar okkar gerir sér alveg grein fyrir því að við hefum stóra hluti eins og til að mynda á fyrsta ársfjórðungi núna, þetta eru bara gengisveiflur á skráðu hlutabréfunum sem við eigum sem að fara þannig í gegn og 1, 2, 3, 4% í hreyfing á þessum þremur, þetta nú bara, þú veist, á Arion, Kveiku og Símanum nú bara að skapa þessa breytingu þannig að við erum ekki mikið við erum keppnis fólk og viljum að sjálfsögðu vera réttum með við núlið og meira en það en hvernig þetta að koma niður á einstaka ársfjórðunga það er lítið sem við getum gert í því. Þú nefnir skráðu félögin og sveifluna þar en mér langar að spyrja eins út í óskráðu eignirnar First Water, Arctic Adventures og Bláa lónið og hvernig maður verðmetur eitthvað sem að engin virkur markaður fyrir? Já, þetta er nú svona tæknileg spurning, ég myndi ég segja en svona í stóru myndinni þá svona bara tvennt sem að við höfum til liðsjónar, það annars vegar viðskipti með þessi félög og svo hins vegar höfum við byggt á í raun og veru okkar innra mati sem að síðan yfirfarið endurskoðendum og svo framvegis og það hefur verið aðeins mismunandi hvernig þetta hefur verið unnið en svona almennt séð höfum við verið að byggja eins og á þessu tvennu eða öðru hvoru réttar að sagt og þannig að við reynum að nálga raunvirði á hverjum tíma en þetta eru ónákvæm vísindi að verðmeta fyrirtæki og þess vegna reynum við bara að upplýsa okkar hlutafa bara nokkuð vel það hvernig við erum að nálgast verðmætin og svo verða þá hlutafar og fjárfestar bara mynda þessu skoðun á því hvort að þeir eru sammála okkur eða ekki. Til að mynda í First Water, ég menna þá aflaði félagi sér nýs hlutafjár, töluvert mikils á árinu 2025 og á ákveðnu gengi og þá tökum við með að því og við höfum í raun og ekki hreyft verðmatið á Bláa lóninu síðan áramót 2022 út af öllu sem hefur í gangi á Reykjanesinu þar og Arctic Adventure hefur verið svona stígandi því bara með fram bættri rekstrara komu og slíku og svo horfum við núna til fyrirhugas samruna Bláa lónsins og Arctic Adventure og sem að styður við þá nálgun sem að við höfum haft í gennum tíðina í þessum verðmætum. Leifur spurði í byrjun þáttar út í fjárfestingastefnu
óheppilegt að einhverju leyti þegar stór hluti eignarsamsins óskráð? Nei, ég held að þvert á móti, ég held að það bara, þú veist, það allavega eitt af því sem við lítum á bara sem kost í því sem við erum að gera, af því að sérstaklega á Íslandi, því að það kom alltaf, það eru svo mikla sveiflur í því í raun og veru að stundum eru frábært tækifæri í skráðum hlutabrifum, stundum eru frábært tækifæri í óskráðum hlutabrifum og það mjög mikilvægt að vera bara með sveigjanleika í því og það svona eru við bara ánægð með það að vera ekki bundnir af einhverjum ákveðnum hlutvöllum eða einhverju slíku. Það truflar okkur ekkit, þú veist, hvort að eitthvað sé aðeins hærra eða lægra metið ákvarðið í einhverju búndstöðu. Við erum að hugsa til langs tíma og enn og aftur, þetta snýst held ég fyrst og fremst bara það að gefa góðar upplýsingar og þá ekkit sem truflar í því þess vegna það veri 100% óskráð. Það í sjálfu sér ekkit sem kemur í veg fyrir það. Nei, ef við færum okkur yfir í bankana, Samkeppniseftirlitið blés auðvitað af samrunaviðræður Arion og Kviku, fórum vel við það með Benedikt Gíslasyni á dögunum eða síðustu vikum. Sko ef við byrjum á því, það augljóst að stóðir eru mjög hrifnir af sameiningum eins og held að Jón hafi komið inn á í byrjun þáttar. Sko hvað hefði sameinaði banki geta skapað sem Arion og Kvika ná ekki hvor í sínu lagi? Já, nú þarf ég að vanda með maður sem hlutafi í báðum bönkum. Það sem allavega við sáum í þessum samruna, það var náttúrulega fyrst og fremst bara aukinn slagkraftur. Mér finnst vera svona, ákveðið skilningsleysi á því umhverfi sem að fjármálafyrirtækin búa við hér á landi, með við það sem að gengur og gerist á Norðurlöndunum, Evrópu og í Bandaríkjunum. Ég held að það er alltaf auknar kröfur, þar að leiðandi fyrir alltaf stærri og stærra hlutvall af rekstrinum í að svara fyrirspurnum og skrifa skýrslur og bregðast við og teki box og svo framvegis og ég held að eftir því sem að einingarnar verða stærri þegar aukið hægraði fæst út úr því öllu saman. Síðan held ég að sé alveg óhætt að segja að Kvika með alveg gríðarlega spennandi starfsemi í Bretlandi sem að maður sá fyrir sér að hefði geta fengið aukinn slagkraft með stærri bakkjarli. Nú í ljósi þess að þetta gekk ekki eftir, þá verður Kvika svona bara að finna sína leiðir til þess að fylgja því eftir en það var eitt af stóru sóknarfærunum í því sem að maður sá fyrir sér og ég held að þú veist að við þurfum bara að horfast í augu við það, þú veist, við erum 400.000, það alveg sama hvaða greinar þú lest eða blöð eða viðtölu og hlustar á og svo framvegis að það allstað að vera að tala fyrir því að það þurfa að eiga sér stað meiri samþætting og samrunar og stærri einingar í Evrópu og Evrópa nú aðeins stærri heldur en Ísland og ef við ætlum að vera einhvern veginn föst í því að þurfa að vera með alveg ótrúlega margar einingar í öllum atvinnugreinum á Íslandi sérstaklega þegar að alþjóðleg samkeppni fer hratt vaxandi og þetta var ekki bara við fjármálageran en hann svona kannski sérstaklega það sérstaklega mikil gerjun að eiga sér stað með öllum þessum fjártækni fyrirtækjum og svo framvegis sem að ekkert að virðanin landamæri og manni finnst svona oft á tíðum vera að horfa á stöðu mála í þessum þegar að vera að horfa á samrunamál af þessu toga þá mætti kannski reyna að horfa aðeins fram á veginn frekar heldur en að vera að horfa á hvernig hlutinir hafa verið af því að þróunin er alveg gríðarlega hröð og síðan svo ef maður segir á móti að það hefur nú ef við horfum á samruna fjármálafyrirtækja á Íslandi síðustu 10-15 árin, þú veist, minni einingar og svo framvegis að það hefur nú bara sýnt sig að svo það hefur nú bara alltaf inn á milli eitthvað fólk tekið sér saman og stofna ný fyrirtæki sem að telur sig geta gert hlutina betur eða öðruvísi heldur en bankana hafa að gera og ég hef ekki orðið var við annað heldur en að það bara hafi tekist vel til þannig að einhvern veginn að halda að það sé einhver fasti í þessu held ég að sé bara miskilningur. Héðinn Surður,
erum með iðnaðarhurðir og bílskúrshurðir og það eru auðvitað gæðastimpil, það er eitthvað sem ég hef verið að kalla eftir sko, af því að þær bera af í gæðum heldur betur, og þeir sjá uppsetninguna líka, one stop shop. en ég myndi vilja sjá uppsett af Héðinshurðum, gæðastimpilin, af því að Sammála. þú vilt ekki kaupa gæði og fá síðan hvaða skussa sem er Ný. í uppsetninguna, þú vilt bara fá Héðinshurðir í það líka. Áreiðanleika gæði og fyrsta flokks viðgerðar og varalhutta þjónusta. Það er sama hvar maður drepur niður fæti á Íslandi. Ef þú kæra hlustandi eða vantar bílskúrshurð, þá er það Héðinshurðir. Já, þeir eru allt land en eru auðvitað að Selhellu 221 Hafnarfirði. Glæsilegt útibú. Og við erum ekki eins og byrjaðar á glukun. Nei, býðum við þá. Og svo eru margt smátt. Nýju vinur okkar. Glæni yfinir. Já, það er alltaf gaman að kynast nýju fólki og hvað þá nýjum vinum. Já, og bara fá svona stór og glæsilega og stöndu fyrirtæki. Já, margt smátt auðvitað sérefis í auglýsinga og gjafavörum fyrir fyrirtæki og félagasamtök. Og það er nú ýmislegt sem að þeir gera og merkja. Já, talandi B2B maður. Ef þetta gjafar, auðvitað fullt af fyrirtæki mörgleik sumar sem er að halda golfmót. Já, eða vinahópar að fara í Reykjavík-maraþon í Íslandsbanka. Já, þú veist, eða í golfferð út merkja bóli. Þeir eru með þvílíkt flottan fatnað sem að er svona white label og þeir geta merkt alveg eftir hendisemi. Svo eru þetta allir varningur sem tengist íslenska landsliðinu. Já. Hann er framleiddur af þessum meisturum. Kappal. Ef að þið vantar flotta peysu eða skyrtu fyrir sumarið þá get ég hiklaust mælt með Kappal. Ég er nú sjálfur klæddur í Kappal frá toppi til táar og það er verslanir sem að við getum verslað við í dag í Smálindunum kringlunni. Já, og fleiri stöðum. Og svo eru það að opna í Firðinum eða ekki? Herðu, ég var í Firðinum í dag og labbaði framjá Kappal. Það var þvílíka óvænt ánægð. Það er rosa. Þess að opnum bráðum. Þannig að Sælar. En aftur bara eins og ég kom inn á held í síðasta þætti, ég var búin að tróðfylla póka minn af flottum fötum. Var það ekki rándýrt? Kostaði, sko, það var valla, þetta var ekki neitt. Nei, ég tróði ekki upp að henni, sko. Það er ótrúlegt og gæðin frábært. Upp á 10, elska þessi föt. Bara eins og þú hefur haft orða á þá ertu bara einu farsíma frá því að stofna til viðskipta hjá erlendum banka í dag. Já. Þannig að samkeppnin sem við erum að horfa í er ekkit. Við þurfum að horfa til stærra samingi en Ísland bara. Já, ég meina ég ekki bara sagt að fyrir einhverjum árum þá heyrði ég eitthvað fjártækni fyrirtæki sem heitir Revolut og var bara eitthvað frítt í símanum og eftir 60 sekundur var ég komin í bankaviðskipti við Revolut og ég meina þetta er bara risastór fjártækni fyrirtæki sem að meira segja stærsti banki í heimi JP Morgan eða fórstjóri JP Morgan talar sem ég ætla ekki að segja ógn en hins vegar eitthvað sem að þeir eru að fylgjast mjög vel með af því að vöxtur þess fjártækni fyrirtækis og margra fleiri er náttúrulega mjög mikil og eins og ég segi þetta virðir engin landamæri og þetta byrjar sem eitthvað lítið krútlegt dæmi að ræta þér gjaldeyri eða þú ert á ferðalagi en síðan áður þú veist af þú veist það er hægt að eiga viðskipti með hlutabréf og skuldabréf og málma og kryptó og sparnaðarreikningar og svo er náttúrulega bara tímaspörsmál hvernig það koma útláni í þetta þannig að myndin er að breytast hratt og til þess að bregðast við því ef að stærsti banki í heimi þarf að vera á tánum til þess að bregðast við að þá held ég að við þurfum allavega að taka umræðan það hvort að það þurfi ekki að grípa til einhverja eða horfa til þess að það geti átt sér stað einhver hagræðing, aukin hagræðing hér á landi. Örsnöggur út sko þessi starfsemi kviku í erlendis Bretlandi, já. Af hverju er þetta svona spennandi? Hvaða tækifæri liggja þarna? Já, það má kannski segja að þetta er bara starfsemi sem að kannski er ofta erfitt að útskýra fyrir Íslendingum að því að þetta er svo markaður kannski sem að er ekkit rosalega mikið til á Íslandi en ef við horfum bara aðeins á að það er fái staðir sem eru auðveldara að komast í bankaviðskipti heldur en á Íslandi. Þú veist það er mjög gott aðgengi að bankaþjónustu, að lánveitingum og sérstaklega á móti fasteignum og svo framvegis. Það er bara ekki eins allstaðar í Evrópu og klárlega ekki í Bretlandi og það er bara oft á tíðum þannig að það geta verið
bara fólk eða fyrirtæki eða verktakar og svo framvegis sem að eiga fasteina viðskipti og það getur tekið bara 12 mánuði að komast í viðskipti við einhvern af stóru bönkunum og þá þurfa menn oft að redda sér og taka svoköldu brúalán af því að eitthvað í gangi, þú veist, menn eru kannski að kaupa 10 íbúðir og alltaf setja parkett og selja þær aftur eða menn eru að taka atvinnuhúsnæði og breyta því eða hvernig sem það og þetta fyrirtæki sem að Kvika á í Breiðlandi, Ortus, hefur sérhæft sig í slíkum lánveitingum og hefur nú verið starfandi í ég man ekki alveg nákvæmlega 15 ára eða svo og þarna gefst í rauninu bara tækifæri til þess að lána á móti fasteignum með mjög óstilt lánshlutfall með hvað við segja á kjörum sem að lántakar á Íslandi myndu seint sætta sig við þannig að þetta bæði áhættu dreifing þetta er áhættu dreifing með lánveitingum á móti fasteignum sem er lítil áhætta í og á betri kjörum heldur og geta lána á Íslandi þannig að þetta virka mjög vel með öðru sem að verið að gera hér á landi þannig að þetta er svona hvað við segja stutta útskýringin. Já, mjög gott. Þið farið vel yfir það í kynningunni hvers konar eiginlega ósamkeppnisefni íslenski bankar eru að díla við samanborið við norræna kollega, evrópska banka og annað eins og Jón talar að það er verið að tala samþjöppun þar það eru tölvöld stærri markaðir kannski betur að slúta bönkunum komið það þeirra óvart og var stórum bjartsýn á okkur tímabúndi að þetta var blásið af? Já, það komur óvart að þetta skildi ekki það komur óvart að þetta var blásið af Samþekkjandi í samkeppniseftirliti? Já, en að sama skapi að þú veist, ef að horfa yfir þau viðskipti sem að maður hefur átt í gennum tíðina að þau hafa nú meira að minna öll farið til samkeppniseftirlitsins og það hafa nú alltaf fundist lausn á málum og eftir oft á tíðum kannski langt og strempið samtal en á endanum hefur fundist einhver málamiðlun eða lausn til þess að finna út úr því hvernig hluti geta gerst og já, ég var með miklar vonir það að það væri hægt í þessu samhengi líka bara út af því sem ég er búin að vera í gegnum þannig að það bæði kom mér óvart og allir með vonbrigðum en síðan er náttúrulega bara eins og gengur og gerist í þessu niðurstaðanleikur fyrir og þá bara ný sviðsmynd og bara áfram gakk sko. Já, en þetta er bara úr sögunni þá núna það er bara blása af að það verði einhvers konar samruna á þessu marka ef maður les ekki betur. Ég held að sé allavega ljóst að Kvik ekki fara samanast einum af hinum 3 stóru bönkunum. Ég held að það sé líki fyrir með við afstöðu eftirlitsins í dag. Klart. Fyrst fyrir byrjaðar að skoða Ísland í samhengi við Evrópu, ætlaði bara að spyrja þér hreint út hvað ætlar að kjósa 29. ágúst? Já, ég var nú kannski ekki alveg mættur til þess að fara að mæta með kjörseðli minn en auðvitað ef maður mikið að velta þessu fyrir sér og búin að velta þessu fyrir sér og eins og ég allavega að horfa á þetta núna þá mun ég að kjósa nei og það er bara svona nokkrar ástæður fyrir því það kemur aðeins og óvart svona hvernig uppleggið er ég einhvern veginn komur óvart að það væri verið að fara svona hratt í þetta mál mér finnst að einhverju leiti ef maður vilja sjá í rauninu meiri undirbúning og meiri svona hvað við segja upplýsingar bara það af hverju telja stjórnvöld þetta vera góða hugmynd eða góða hugmynd á þessum tímapunkti mér finnst að einhverju leiti líka skrítið að stjórnvöld sé ekki samstíga ríkisstjórnin sé ekki samstíga í því að vilja fara í Evrópusambandið og ég tek alveg undir það sem að einhverju hafa sagt já, maður sækir aðild að Evrópusambandinu að þegar maður vill fara í Evrópusambandið en ekki að þegar maður ætlar að skoða hvort maður vilji fara inn í Evrópusambandið og þegar maður líka svona vegur og bara metur og horfir í raunir á umhverfið eins og það núna þá mér finnst bara svo ótrúlega mikið tækifæri á Íslandi og hjá Íslendingum að
vinna úr sínum málum og margir svona sem að ég þekki sem að eru svona hafa meiri áhuga á því að kanna málið og svo framvegis það er oft á tíðum með svona röksemdin svolítið okkur mun aldrei takast það eða við munum einhvern veginn ekki, við munum alltaf klúra þessu sjálf þannig að við þurfum einhvern veginn, við þurfum stöðuleika hér og hjálpadekk hér og gangugrind hér og til þess að einhvern veginn að komast áfram og á meðan að eins og hefur alveg verið bent á að þú veist að til þess að taka upp evru, þú veist, þá þurfum við að fylla upp uppfylla ákveðin skilyrði, við þurfum að taka til heima hjá okkur og síðan finnst mér líka bara ákveðin einföldin í svona allri umræðu að við séum hvað ég segja, allt þetta svona allar þessar patentlausnir sem er verið að tala og auðvitað getur vel verið að einhverja matvöru lækki verði ef við göngum Evrópusambandið, það er ekki örugt endilega þú veist, að það sé heilt yfir, þú veist, það getur vel verið að vextir af einhverju lækki en ekki einhverju öðru. Þú veist, það verið bent á það að ef að vextir lækka þá hækkar eignaverð, þannig að það er ekki endilega sjálfgefið að því að þú veist, mér finnst mikil einföld en það er bara sagt að vaxtamunurinn er 4% og þú mun bara spara 4%. Ef að vextir lækka þá vita allir að íbúðarhúsnæði mun hækka og atvinnuhúsnæði mun hækka. Þannig að það er alls konar svona samspil sem að mér finnst farið mjög frjálslega með í þessu samengi og mér finnst, ég skil alveg að sumir vilja trúa því bara að Íslandi sé betur borgið í Evrópusambandinu og ég ger ekkert athugasemd við það. En mér finnst skorta á röksemdina á bakvið það, sumum bara finnst það og það er allt í góðu, en ég kannski er svona að reyna allavega hvað mig varðar og horfa á þetta meira út frá svona praktikinni, þú veist þetta er efnahagsleg spurning, þetta eru varnarmál sem að fólk getur að skipta skoðanir hvort okkur sé betur borgi innan eða utan eða hvort við að rækta önnur varnarsambönd, þetta eru það eru tollamálin sem eru náttúrulega svona hluti af efnahagsmálunum og síðan er þetta náttúrulega líka bara pólitísk spurning að sem að sumum líður þannig eins og þeir eigi bara að vera hluti af Evrópu og standa og falla með því og öðrum líður að menni að vera fyrir utan Evrópu en þannig að ég er svona ég er ekkert að segja við aldrei að skoða eitthvað slíkt en ég hefði haldið að til þess að fara áfram með málið að þá hefði þurft meiri samhljóm og þetta er svona eins og að vera maður hefur verið að máta þetta bara við þannig fyrirtækjarekstur sem maður er í og þetta er svona eins og að vera í stjórninni og vera með stjórn og það eru tveir sem eru alveg helpeppaðir fyrir að kýla á þetta og einn sem er alveg grótarar á móti og svo einn svona ekki alveg með þetta á hreinu og svo er stjórnarformaðurinn svona já kannski og það nær aldrei neinum árangri og ég held að þú veist ef að þessi stjórn myndi mæta sér á hlutafundinn og kynna sína skoðuna þá er þetta svona betur heimasetið en á stað farið þannig að mér finnst einhvern veginn þurfa að kjarna betur hvað er markmiðið og þá er, þú veist, held ég þjóðin betur til þess fallin að taka afstöðu til málsins, þannig að mér finnst þetta svona einhverju leiti bara svolítið vanreifað á þessum tímapunkti. Sko, ég var mjög spenntur að heyra svaraðan við þessari spurningu og ég held einhvern veginn við varum að fá jáaraði setti út af hvernig ég held kannski að myndi bara vilja fara undir Evrópska Seðlabankann samanborið gagnrýnin á Íslenska Seðlabankann. Hátturinn vaxtastig, það voru ekki heillað þig? Það voru ekki heillað mig, en það kemur svolítið aftur á því að þessum punkti að þú veist, af hverju er háttur raunvaxtastig ég hef ekki verið að gagnrýna það að það sé jákvætt raunvaxtastig ég hef verið að debata er það ofhátt en við náttúrulega þurfum bara að horfast í augu í það að af hverju fellur krónan reglulega nú það er að því að við eyðum efni fram við tökum meira út heldur en er inni af hverju er vaxtastig það sem það er nú, þú veist, það er út af miklum launahækkunum, hallarekstur í ríkisins agaleysi í fjármálum
ekki, þú veist, fólk að rífast það hvort að launahækkanir séu háar að því að vextin eru háir eða vextin eru háir að því að launahækkanir eru háar, en þannig að, þú veist, en það skiptir ekki alveg máli, aðalatriðið það að það myndist einhver samhljómur það að ef að laun hækkum mikið þá myndast verðbólga í kerfinu og þá verða vextir háir. Síðan nákvæmlega hvar við erum stödd í þeim þeirri hringrás finnst mér, þú veist, vera aukaatriði og ég tel að með réttum aðgerðum þá tel ég að við eigum að geta fundið út úr þessu sjálf. Við þurfum að finna út úr þessu sjálf. Ef við horfum bara á ríki innan Evrópu sambandsi sem að það eru mismunandi aðstæður í hverju einu landi. Þú veist, það eru sumir að vera að glíma við mjög háa vexti, aðrir eru með mjög lága vexti, sumir eru að glíma við mjög mikið atvinnuleysi, aðrir eru ekki að glíma við neitt atvinnuleysi, þannig að einhvern veginn að gefa sér það að það verði sjálfvirt lausn allra mála aftur mjög mikil einföldun. Það sem að ég hef verið að gagnrýna Seðlabankann miklu meira bara hans nálgun á verkefnið. Mér hefur fundist ég tel að hann hafi farið á langt með raunvaxtastigið. Ég tel að Seðlabankinn hafi ekki, þegar það sagt að það taki 12 til 18 mánuði að vaxtastigið hafi áhrif á hagkerfið. Mér hefur fundist Seðlabankinn ekki hafa nógu mikla þolinmæði og síðan eru alls konar aðrir svona kannski meiri smáatriði sem við ræðum kannski það sem að mér finnst menn hefði átt að gera betur, en fyrst og fremst finnst mér bara, þú veist, mér finnst vanta bara aga, þú veist, það vantar aga í ríkisfjármálin og ég var svona með væntingar, þú veist, þau vísu lofa öllu fögru fyrir næsta ára og svo framvegis og ég með væntingar að það gangi eftir en mér hefur svona fundist oft á tíðum ekki alveg fara saman það sem að sagt hefur verið og síðan það sem hefur verið gert. Nei, mikið til í því. Ef við færum okkur eins og við erum að tala stjórnvöld og ríkisreksturinn sjálfan, vonandi hallarisfjárlög 27 en einhvern veginn allan fórsendur brostnar fyrir því en ja, þau hafa ennþá einhvern smá tíma. Þið hjá Stoðum hefur bent á að ríkisskuldir sé áallar að hækka yfir 700 milljarða næstu 6 ár og einkavæðing eigna eins og Landsbankans og hlutaði Landsvirkjun í Savia og Landsneti geti losað yfir 1000 milljarða og sparað 75 milljarða vexti árlega. Og spyr ég bara, hvers vegna heldur þú að ríkið hiki við að fara í þessar aðgerðir? Kannski ekki að spyrja rétta mann. Jú, ég meina, ég held að það sé út af því að á 4 ára fresti eru kosningar og ég held að oft á tíðum að þá skorti vilja til þess að grípa til róttækra aðgerða og ég held að það er bara, ég held að það sé svona í grunn eðlinu. Það er ekki vinsælt það er ekki, eða hefur að minnst ekki verið vinsælt að tala fyrir sölu ríkisegna. Það einhvern veginn hefur þótt vera að það hefur svona mátt tala bankana stundum en síðan verða allir svo litlir í sér að þá er eiginlega að tala er ekki allavega hægt að selja helmingin eða 2/3 en halda eftir 1/3 þó það séu raunur að því að Noregur gerði það og ég hef alveg gert sekur að nota þessi rök líka að því að maður er bara að reyna að koma einhverjur hreyfingu. Það var mjög áhugavert að skoða í raun og veru, þú veist, að því að sumir vilja horfa til Norðurlandana, ég menna nú erum við farið þá leið að skrá svona mikilvæga innviði eða mikilvæga innviða fyrirtæki og haldið eftir allt frá 3/3 og jafnvel yfir í meiri hluta 2/3 og þetta bara styrkir, held ég, markaðin styrkir hvernig haldið utan þessi fyrirtæki og haldið utan þessi verðmæti að fá líka utan að komandi aðala inn í þetta og jafnvel erlenda aðala með þekkingu sem ég held að sé mjög hjálplegt. En það sem að maður er náttúrulega aðalega að benda á er að við verðum einhvern veginn að snúa bara við þessari þróun. Þú veist það er eitt að tala í hlutföllum sem er mjög vinsælt, að horfa á skuldir í hlutfalli verkri landsframleiðslu og bera okkur saman við önnur löndi í því samengi. En stundum held ég að við verðum bara líka að horfa á krónutöluna
af því að samanber þessi tala, þetta eru svo risastóra tölur og ef við erum endalaust að horfa á hlutvöll að eins og margir af ágjör af ef að hagvöxtur verður engin eða minni heldur en þessar áætlanir gera ráð fyrir að þá erum við en skuldinar, ég get lofa eitthvað því þar munu ekki lækka og það sem gerist að þið áttu ykkur á því að það sem gerist að ef að hagvöxtur minni að þá náttúrulega verða skuldina hærra sér hlutvall en það sem gerist líka að skuldinar öllum líkinu verða hærri líka í krónutölum út af því að umsvifin í hagkerfinu eru þá minni heldur en var gert ráð fyrir þannig að þetta hefur neikvæð áhrif á bæði fyrir ofanstrik og neðanstrik þannig að það nauðsynlegt að rýna í hvað hægt að gera öðruvísi og eitt það hvernig þú ráðstafar eignum og hvernig þú vinnur með þær og svo hitt í rauninu bara reksturinn sjálfur og það eitt af því sem við höfum verið að reyna að benda á að bara vöxtur ríkisútgjalda bara ekki sustainable eða þetta bara og vöxtur ríkisútgjalda langt umfram fólksfjölgun hvort sem að við horfum á það náttúrulega langt umfram ef við horfum á nafnvöxt en þó horfum á raunvöxt að þá eru ríkisútgjöldin á síðustu 10 árum alveg búin að vaksa alveg gríðarlega ef við horfum bara á per haus sem að í landinu. Já. Stór hluti skuldaríkissjóðs þetta verðtryggður og verðtryggingin var eitthvað sem að Benedikt Gíslason hann fór mikinn ræða hana einmitt og mér langar að spyrja þig líka að því að við erum að tala raunvaxtastigið og annað og hvernig þetta þarf í raun og veru að býta tvisvar fyrst þurfa heimilin landinu skipti yfir í verðtryggt og síðan þetta að hekka aftur og þá fyrir þetta að býta er þetta eitthvað sem þú hrifin af almennt verðtryggingin? Nei, ég held ég taki bara undir allt sem að Benedikt fór yfir hjá ykkur og hefur skrifað ég held að við þurfum að horfast í augu við það að þú veist, þetta við erum að einhverju leiti með tvær myndir að minnstakosti í landinu og ég sammála því og maður hefur svona þú veist að það mjög óheppilegt þegar að vextir eru hækkaðir og eins og þú segir, fólk færi sig yfir í og það það sem að gerðist hjá okkur að vextir voru hækkaðir til þess að hægja á sérstaklega húsnæðismarkanum og ég vil meina það að því að það var gert svo hratt að ef það hefur verið gert hægar þá hefur fólk alveg hert sultarólun aðeins og látið sér hafa það ef við hefum kannski verið í 7% eða hvar sem að nákvæmlega markið í því og þá hefur svona bara gradually hægt á þessu og fólk hefði, ég læt mig hafa það staðan fyrir eitthvað en að því að það var farið það langt og þá var farið það langt að það var bara fullt af fólki sem átti ekki séns fyrir yfir í verðtryggt og allt í einu bara meiri í vasanum hver mánaðamót heldur en var áður sem að er mjög skrítin hvati og þá þarf að halda áfram með hækka til þess að ná raunvöxtunum enn frekar upp og þar að leiðandi fyrir að hátt og þetta eitthvað sem að þú veist, við höfum séð þetta áður fyrir 20 árum síðan og það virkaði ekkit eitthvað frábælega þá þannig að ég hefði kosið það og hef svo sem sagt það í áraraðir og að ég hefði viljað sjá Ásgeir og félaga sína svona hvað við segja, meiri stefnu og nálgast verkefni með að þessu öðrum hætti heldur en það gerðu. En ekki komið þetta alltaf vesen öngstræti núna? Já, nei, ég aftur maður við erum lítið land ég held að sé svona cirka bát 150 metrar á milli forsætisráðherra, fjármálaráðherra og seðlabankastjóra og ég veit að það alltaf alveg bannað að tala um það að fólk tali saman að því að seðlabankin á að vera svo ógulega sjálfstæður en þú veist, við erum lítið land við held ég skiljum alveg gangverkið við erum við vitum líka að
ef ég svona fer úr 150 metrunum í 300 og svo þarf að fara að vísu inn í Kópavoga, þá er stutt í bankastjórna líka og ég held að þessir aðalar hafi mjög góða yfirsýn yfir það sem er að gerast í hagkerfinu og síðan eru svona alls konar, hvað við segja, önnur atriði eins og við allavega minnst, við höfum verið mjög uppteknir af því að skoða verðbólguna, þú veist, hvernig er verðbólgan samansett, eru vext á hvaða þætti í verðbólgunni eru vextina að hafa áhrif, bara einfald dæmi, innrásin í Íran, olíuverð hækkar mjög hratt, það kemur eitthvað verðbólguskot, vextir á Íslandi er ekki að fara að hafa áhrif á það og þannig að ég held að það mig líka alveg, þú veist, mér fundist svolítið sérstakt hvað hefur verið mikið tabú einhvern veginn að ræða þessa hluti, maður sér að það er alveg umræða annars staðar hvernig það er talað einhverja kjarnaverðbólgu, þú veist, hvernig er verið hvernig verið að mæla verðbólguna, hvað er eðlilegt raunvaxtastig og svo framvegis. Við höfum verið með hort á það í kynningum til hluthafa hjá okkur og bréfaskrifum að vera að horfa á í raun og veru raunstýrivexti á Íslandi miðað við annar staðar og það er, ég held að það sé leitun að öðrum seðlabanka sem að myndi kvarla að honum að vera með svona háa raunstýrivexti eins og er í Íslandi og það hefur verið afsakað að einhverju leita því að hagvöxtur sé svo mikill en ég svo sem auglýsi bara eftir þeim hagvöxti því að þó að vissulega kom hagvöxtur í kjölfarið á COVID þegar við vorum að ná kerfinu aftur á par að þá hefur ekki verið mikil hagvöxtur á Íslandi umfram það sem annar staðar finnst á síðustu 2 árum. Mælist í punktum við skar hérna í ríflega 2%. Já, þetta er ekki frábært. Til að slúta þessu, við vorum aðeins að tala um að Jón mætti þetta í setti þegar við líka skrifa ítalega að Ísland skorti ákvarðanir virkjunarkosti að regluverkið sé þunglamalegt til að mæta þeirri orkuþörf sem vera margfaldast næstu áratugi. Ég ætla bara að byrja að spyrja áður tölum aðeins þetta, af hverju hafið þið svona mikið áhuga á þessu? Á orkumálum? Já. Af því að orka er forsenda hagvaxtar og það er bara eins einfalt og það nú er. Án orku verður ekki hagvöxtur og það er það sem að maður hefur verið ánægðast með að sjá hjá nýri ríkisstjórninni er áherslan á orkumálin og það er, hvað við segja, lagfæringar eða aðgerðir sem að hefur verið farið í þar. Enga síður, það sem að við höfum verið að reyna að benda á að við erum með svo brotið kerfi og við erum með svo þunglamalegt kerfi að koma einhver í gegn á undanförnum árum ef við tekið 10-20 ár að koma virkjunum á koppinn og þó að þú lægir kerfi sem að er svo þunglamalegt og segjum að þú takir 30% af tímanum eða stytti tímanum 30% að þá erum við ennþá að horfa á mjög langa tíma þar til að eitthvað fer að gerast og því miður að þá hefur ekkert verið að gerast í þessum málum í alltaf langa tíma þannig að okkar skilaboð til stjórnvalda eru að gangið ennþá lengra. Ég held að við þurfum að velja ákveðna virkjanir sem að vera bara samþykkt með sér lögum. Það er engin ágreiningur aukna orkuöflun á Alþingi, allar minnstu kosti hefur maður ekki orðið var við það að sé andstæð við það, þannig að ég sé ekki á hverju það er ekki bara mjög mikill og góður stuðningu við það að skilgreina einhverja ákveð magna af orkuöflun sem að við reynum að koma hratt og vel í gegn. Þið sjáu bara hvað er í gangi í heiminum í dag. Það vantar bara orku út af, meðal annars út af gervigreindinni. En líka ef við horfum bara á uppbyggingu á því sem er í gangi, þú veist, á Íslandi, hvað sem eru gagnaver, lagseldi eins og viðstöndum og fleiri, það er alveg fullt af hugmyndum en ekkert af þessu gerist án orku og ég hef sagt að við þá svona, hvað við segja, forsvarsmenn stjórnvalda sem að maður hefur náð tali af. Íslandi er í alveg ótrúlegri stöðu með öll önnur lönd í heiminum. Við
við í grunninn, við erum það fá, við búum í stóru flóknu landi þegar að kemur að innviðum og slíku, en við erum það fá að við getum í raun og veru ákveðu hversu gott við höfum það sem að ég held að þetta sé bara einstæmi í heiminum, bara með því að við erum með mikið af virkjanakostum, við getum aflað mikillar orku, það eftirspurn eftir þessari vöru í dag að minnstakosti. Ég held að sé ákveðin svona miskilningur að halda að það sé sjálfgefið að það verði eftirspurn eftir orku á eyju út í Norður-Atlantshafi til eilíðar. Ég meina, við erum með ríkasta mann í heimi sem að fær hverja furðu hugmyndin og fætur annarri á hverjum degi og það eru stórhuga og svo framvegis og hann ætlar að leysa þetta allt saman með allt öðrum hætti og þó að það verður ekki endilega leyst með þeim hætti sem að hann með hugmyndir núna, sem ég ætla samt ekki útiloka, að þá enga síður að þá getur bara vel verið að komi nýja lausnir eða eitthvað slíkt sem að gera það verkum að það verður ekki hagkvæmt að gera þetta á Íslandi. Þannig að tækifærið núna að mínum mati og eftir því sem við getum í raun og veru bara ákveðið hversu mikinn hagvöxt við viljum hafa en að næstu 10-20 árin. Þú veist, og þetta bara ákvörðun. Og það þarf bara, þú veist, það þarf bara leiðtogarnir þurfa bara að stíga fram og taka þessar ákvarðanir og teikna upp þessa mynd fyrir þjóðina og ég held að í því felist alveg gríðarleg tækifæri. Já, mjög gott. Já, heyr. Gott ákall. Krónan, það búið að opna fyrir umsóknir. Samfélagsstyrkur krónunar, það 30. ágúst sem að þið hafið til þess að segja þar. Þeir eru þetta að láta sig hverju við varða og stuðlar að jákvæðri uppbyggingu á samfélaginu eins og það leggur sig. Já, á meðan fer ég bara skann og skunda í Krónunni Lindum. Já, þetta glæsileg verslun. Hún geðveik. Já, hún mjög flott. Þeir eru alltaf að kúka. Maður var líka svona, það tók það smá tíma að vinna að gera hann upp, en svo þegar maður labbaði hann inn, þá hugsaði maður, já, ok, ég skil. Já, nýlega hlutu verslanir Krónunar líka 5 stjörnur í reglubundnu eftirliti í heilbrigðiseftirlitinu. Sjokkar. Einhvers staðar las ég nú að það væri hæsta einhvern sem hægt var að fá. Bingo. Komið nú ekkert á óvart. En Íslandssjóður bjóðu þetta upp á fjölbreytt úrval skuldabréfasjóða, hlutabréfasjóða, blandarasjóða, þeir eru með lausafjársjóði og you name it. Já, en það þetta langt best bara að kíkja á islandsjóður.is. Kynna sér úrvalið, hvaða sjóður gæti hendað ykkur, stofna áskrift mögulega ef sá gállinir á okkur. Alltaf að fara reglunarspanna, alltaf. Og svo náttúrulega bara hafsjór þekkingar fólkin í fagfólkin sem vinnur þarna og þetta ekki, sko, þú þarft ekki að sækja vatnið yfir lækin. Ný. Það bara ekkert mál að hafa samband við og fá, Já, því að það hendar ekki það sama öllum. Þú veist, þannig að bara taki spjallið við á, fara yfir hvað þeir búin að taka mikil áhættu, hvað veita mikil ávöxtun og Íslandssjóður þeir græði ykkur. Fáhóllar á þar. Orka náttúrunnar. Við erum náttúrulega í þessum þætti að tala það hvað gífurlega mikilvægt að vinna þessa hreinu tæru orku sem að landið okkar hefur upp á að bjóða. Heldur betur. Hagkerfi liggur undir og orka náttúrunnar eru þar fremst í flokki. Og ef þú ert að leiðin í norður og ert á rafbíl, þá þetta Borgarnesi yfir 10 tengi. Wow. Og það jafnvel að kíkja í huppu með krakkana og koma tilbaka í fullaðan bíl, grillhúsi eða geirabakari á meðan jafnvel. Wow, nice. Þannig að þeir eru víða. Ef ekki að segja Borgarnesi sé vikunar? Jú, ég myndi segja það. Komið klukkutíma, kannski 3-4 tíma eftir, þetta fullkomið pitstop. Þetta er mjög spennandi. Við ætlum að fara okkur í annað sem líka spennandi, það síminn. Já. Marja Björk hefur ekki setið auðum höndum sem forstjóri, veskið alveg sjóðandi heitt og ekkert láta á kaupin á greiðslumiðlun Íslands, öryggismiðstöðinu og opnum kerfum. Við erum að tala þarna í tekjur aukast samstæðunar í 48 milljarða og EBITDA í tæpa 10 milljarða. Nú ætla ég aftur að spyrja þig bara blátt áfram, erum við að horfa á Empire Building hérna í beinni? Nei, ef maður spóla bara örsnögt tilbaka þegar við komum að þessu félagi þá var síminn í raun og svona típist síma fyrirtæki með sína innviði og við förum mjög fljótt í það að selja þessa innviði í burtu
innviði sem heyrðu undir í Mílu, ljóslegari og ákveðin svona fjarskiptamöstur og svo framvegis og síðan í raun og veru síðan þá höfum við bara verið að vinna í því að kortleggja og skoða hvaða svona næstu skref við getum tekið með Símann sem náttúrulega frábært fyrirtæki með þjónusta gríðarlegan fjölda einstaklinga og fyrirtæki og en að samaskapi að við þurfum að horfast í augu við það að það verið seint sagt að símamarkaðurinn sé vaxtamarkaður og þetta kemur í rauninu svolítið bara að því sama og við erum að sjá vorum að tala á bankamarkaði að þú verður bara að finna leiðir til þess að nýta innviðina betur. Innviðirnir verða alltaf eða grunnkostnaðurinn er alltaf að aukast og bara laun hækka, aðfeng hækka og svo framvegis og að þú ert ekki að vaksa þar að segja tekjunar ekki að vaksa þá verður að finna einhverja aðra leiðir til þess að finna tekjur sem að þurfa að standa undir þessum kostnaði og það í rauninu svolítið bara verkefni sem við fórum í og við keyptum mjög áhært fyrirtæki Billboard sem með svona auglýsingaskilti bæði út Kvipin og Kvappin og strætóskýlum og svo heldum við áfram og keyptum núna og svo keyptum við Lánasafn og síðan núna svona fyrir tilviljun að þá duttu inn hana 4 mál í einu eða svona næstu því eða 3 mál í einu og 1 svona í framhaldinu og allt er þetta liður í því eða svona bara að umbreyta fyrirtækinu, nýta þessa styrkleika sem er til staðar í Símanum og öryggismiðstöðin opin kerfi og síðan það sem kannski skemmst á við komið möguleg kaup á miðlum sínar að allt er þetta til þess að hvað við segja bara að púsla saman svona inn í þetta þjónustu framboð sem við sjáum að nýja félagið sem að þetta er nú allt svona allt í, hvað við segja, þetta er allt að gerast eins og maður segir akkurat núna Ásar sem að munu nú taka til starfa formulega á morgun og þar erum við bara að reyna að búa til þessa einingu sem er með mörgum félagum sem að geta unnið saman og þjónustaðir unnur fólk og fyrirtæki með breiðari og betri hætti heldur en Síminn getur gert einn og sér. Þannig að ef ég skil ykkur rétt og þá er eins og segir að það er erfitt að sækja meiri vöxt á símamarkaði, þá verður það bara einhver einn armur þarna undir Ásum og svo eru þið þá bara búið að kaupa alls konar þjónustu fyrirtæki og þetta verður miklu heilsteyptara fyrirtæki. Já, þetta er Ásar verða þá móðurfélagið sem að muni eiga Símann, öryggismiðstöðin, opin kerfi og greiðslumiðlun Íslands og síðan munum við svona endurraða hlutunum með einhverju leyti samhliða þessu en þetta er svona greiðslumiðlun Íslands, það er komið í gegnum samkeppniseftirlitið og svo er opin kerfi og öryggismiðstöðin hjá samkeppniseftirlitinu og eins og ég sagði að þá var nú ennþá bara verið að vinna í mögulegum kaupum á miðlum sínar þannig að það er eins og komið svona skemmst á veg en þetta er svona áttin sem við erum að vinna þetta í. Já, mjög spennandi. Sko, þetta eru þetta allt þjónustu fyrirtæki en öryggismiðstöðin kannski, já, kjarnastæðar sem er hvað ólíkust er þetta sko, hversu stór partur af þeim kaupum var til dæmis bara velta, bara kaupa veltu versus bara hversu vel að fittar inn í. Já, að okkar mati passar þetta mjög vel inn í það sem við erum að gera. Þú veist, þú ert með öryggismiðstöðin er mjög fjölbreytt fyrirtæki. Þú veist, einn partur af því er bara þessi kannski klassíska öryggisþjónusta eða sem slíkt sem að við þekkjum hvað sem er heimili eða fyrirtæki. Síðan hefur öryggismiðstöðin líka verið í alls konar sérverkunum fyrir ríkjum bæði í tengslu við COVID, tengslu við jarðhræringar á Reykjanesi, tengslu við alls konar verkefni upp á flugvelli
og síðan hefur öryggismiðstöðin líka verið að svona fóta sig í heilbrigðis svona inn í heilbrigðis tækni geiran og svo framvegis og þar sjáum við alveg mjög mikil tækifæri í samspili þess við erum að gera hjá símanum og öryggismiðstöðinni. Þetta oft á tíðum tæki sem að þurfa að vera sítengt, þú veist það oft á tíðum myndavélabúnaður, þetta alls konar vöktun og svo framvegis. Öryggismiðstöðin með vettvangstjónustu með bíla á ferðinni, síminn þarf að vera í samskiptum við einstaklinga og oftar að koma og stilla og gera og græja einhver tæki og tól sem eru á heimilum eða í fyrirtækjum og þú ert með þessa vöktun við öryggismiðstöðinni sem allan sólarhringinn og þú ert með þjónustu verið í símanum og allt vinnur þetta eða á að geta unnið mjög vel saman í framhaldinu þannig að þetta miklu meira heldur en það að við séum bara eitthvað að horfa á einhverja veldu og plugga henni inn og svo framvegis. Við sjáum mjög mikið að skemmtilegum tækifærum að þessi félög geta unnið saman í framhaldinu. Mjög spennandi. Spennandi. Við ætlum að færa okkur í First Water landheltið. Þú ætlum að fara þetta Þorlákshafnar. Við vorum náttúrulega að tala um orkumálun áðan og virkjanir auðvitað. Jón klikkaði á þetta mæta með 5 kíló lagsýninga sko. Stærsta. Já, það er þessi mjög góð punktur. Skella honum á borðið, sjáum að þetta stafgar. 5 kíló. Já, en þetta risastór og stærsta einkafjárfestingin bara til þessa á landinu. Sko, og jafnframt ykkar stærsta eign í eignasafninu, ef þetta tekst vel til eins og vonir standa til, hversu stórt fyrirtæki getur First Water orðið eftir, segjum 10, kannski 15 ár? Já, þegar við verðum búin að byggja allt, þá starfsemi sem að fyrirhugað undir nafni First Water, þá verður það félag öllum líkinum bara eins og eitt af stóru sjávarútvegsfyrirtækjunum sem við þekkjum í dag. Bara eins og þetta er gríðarlega þetta er náttúrulega gríðarlega stórt. Við náttúrulega erum, hvað við segja, við erum búin að gera mjög mikið en erum að samaskapi rétt að byrja en planið er að byggja í raunir upp 60.000 tonna framleiðslu og þannig að þú veist bara til að setja einhverja stærðagráð á það ef að það geta verið tekjur einhvers staðar kannski 450-500 miljóna eurur þannig að ég sjá að þetta er gríðarlega umfangsmikið en eins og ég segi við erum komin langt en samt ótrúlega stutt þannig að við erum hálfnuð með eins og við köllum fasa 1 ef við segjum að hver fasi sé 10.000 tonn sem er svona viðmið hjá okkur að þá erum við búin að byggja upp innviði til þess að framleiða 5.000 tonn og erum búin að afla okkur fjármagns til þess að klára í raunveru fasa 1 og fara í 10.000 tonn og það eitt og sér nú orðið alveg ágætlega stórt fyrirtæki. Ég myndi nú segja það. En hins vegar náttúrulega mikil stærðarhagkvæmni í þessu og fyrsti fasi í raunveru, hvað við segja, óhagkvæmasta einingin af því að það er mikill uppbyggingakostnaður bæði þarf að framkvæma margt sem að undirbyggir allt fyrirtækið bæði það þarf að fjárfesta í fólki, það þarf að fjárfesta í alltaf á svæðinu og slíkt, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að halda áfram og halda áfram uppbyggingunni og fara á endanum í þessi 60.000 tonn sem að er svona markmiðið að ná að gera yfir svona, hvað við segja 5-6 ár, það verður einhver sem spilar þetta aftur einhver tíman og þá verður þetta búið að hreyfast einhver tíma en við hefum svona verið að horfa á 2031-32 þá kannski fer að glitta í það við séum komin með þá innviði sem við þurfum til þess að vera komin í 60.000 tonn. Og einn spurning af hverju trúi stóðir á landheldi sem fjárfestingu, hvað var það við First Water sem fekk ykkur til að setja svona mikið fjármagn í eitt félag í iðnaði sem er enn að mestu
óþekktur á Íslandi ef ég fæði að vera smá ósangjarn af því að við tölum þessar 6 Óþekktur í kjarna. heiminum, Já, náttúrulega. þetta eru 6 kjarnar og maður myndi segja að svona 5 af þessum 6 kjörnum hjá okkur eru solid og stöndugu business sem bara greiðir arð og gengur vel. Það er ákveðin áhætta hérna, eða hvað? Já, það er svona áhætta í öllu hérna, sem maður gerir og maður hefur verið fjárfestir í einu svona átti maður í N1 og þá sögðu allir að það er engin bensínbílar eftir 2020 og svo átti maður í tryggingamiðstöðinni og þá var sagt að það er engar bílatryggingar seldar eftir 2020 að það kemur sjálfkerrandi bílar og svo fjárfestum þannig að ég núna hérna þannig að maður hefur svona, hvað maður segja, maður hefur oft hérna verið að fjárfesta í einhverju, maður sá ekki fyrir jarðhræringar á Reykjanesi, þannig að það gerist oft eitthvað, en til að svara spurningunni þinni að það sem að vakti áhuga og athygli er að við erum búin að vera að skoða í tölvöld langa tíma, hvernig nýtum við styrkleika Íslands, hverjir eru styrkleikar Íslands, hvað er Ísland með öðruvísi og þá kemur aftur að þessari endurnýjanlegu orku og það svona má segja að við skoðum svona ýmis tækifæri að hvort það væri einhverju vinklar í því að fjárfesta í endurnýjanlegri orku með einhverjum hætti en það hefur náttúrulega ekki verið mikill áhugi hjá stjórnvöldum, það eru bara viðkennast fyrir enga framtækinu þegar kemur að orkunni og þá fórum við að skoða hvað getur verið spennandi sem að byggir á þessari endurnýjanlegu orku og skoðum nokkur verkefni og endum á þessu og það sem að ástæðan fyrir því að þetta er áhugavert, þetta byggir á því sem að öllu því besta sem Íslandi hefur upp á að bjóða, það er orkan, það er landsvæði, nóg að því, það er vatn og síðan þessar sérstöku aðstæður þar sem að við getum dælt í raun og veru sjónum upp úr jörðinni, þar sem að hann er í raun og veru búið að filtera hann í gegnum hraunið og sem er mjög sérstætt og öðruvísi heldur en er annar staðar í heiminum í landeldi. Nú það sem var líka áhugavert var að lax, við erum ekki að finna upp vöru, það er að segja að lax er þekkt vara og þannig að við erum ekki að búa til eitthvað sem enginn hafði heyrt áður og vissi ekki að þyrfti. Það er heimsmarkaðurinn fyrir lax er yfir 3 milljónir tonna og yfir einhver ári það vex ár frá ári sá markaður þannig að þú veist þegar að við verum komin í fulla framleiðslu þá verðum við kannski með 34% af heimsmarkaðnum þannig að það er ekki við erum ekki að koma einhverja vöru sem að hefur einhver stórkostlega áhrif á markaðinni í heilsinni og þetta er, eins og segja, þetta er heimsmarkaður þannig að tæknilega séð getum við alltaf selt vöruna að því gefnum við sættum okkur við hvaða verð sem að við gerum ekki þannig að þú þarft að vanda framleiðsluna og vanda markaðssetninguna og svo framvegis en í einhverju sviðsmynd að þá allavega getur alltaf selt vöruna þannig að þetta allt saman vakti áhuga og síðan náttúrulega skoðum við það hvernig stendst í raun og landeldi og þetta eru búin að vera mjög mikla breytingar að undanfarnu og þannig að það þurft að skoða náttúrulega hvernig landeldi stendst samanburð við sjókvíaeldið bæði hvað varðar kostnað fjárfestingu og síðan þá gæði skástrík hvaða verð þú færð fyrir vöruna. Og hvernig er sá samanburður, sorry? Já, hann náttúrulega bara hefur tekið miklum breytingum og ekki orðað þannig að það allavega við metum það þannig og þú veist að alla greiningar eru þannig að fjárfestingin er meiri heldur en í sjókvíaeldinu en rekstrakostnaðurinn er minni það eru, þú veist, og það er breytingin er bara svo að það er bæði færri og færri staðir þar sem er hægt að auka sjókvíaeldi af því að það er bara leyfi kosta mjög mikið og það eru strangari reglur og strangari kvaðir síðan alltaf hefur sjókvíaeldi verið að glíma við alls konar áföll og sem að koma í sveiflum þannig að oft á tíðum kom einhver vandamál bara út af náttúrunni í sjónum og
og sjókvíaeldis fyrirtækin eru með mikla reynslu að glíma við það og svo framvegis, en það þýðir bara að kostnaðurinn er hærri og síðan eins og við bara sjáum, ég meina við erum með bara mjög áhugaverð og frábær uppbyggingu hjá fleiri aðilum hér á landi og hvað við segja, framleiðslan virkar. Við erum búin að vera að framleiða núna, ég man ekki fyrsta slátrun örugglega fyrir einhverjum 2-3 árum. Við náðum þessum 5 kilo fisk í september í fyrra og síðan erum við búin að vera að slátra vikulega frá áramótum, að við tekjum pása frá með maí og yfir sumarið og búin að vera að selja vöru, þannig að þetta virkar alls saman sem að er gríðarlega mikilvægt, svo ekki sé fastar orðið kveðið og þannig að núna er verkefni bara að halda áfram og halda áfram að byggja og það kostar pening og þá þarf að ná í meira fjármagn og halda áfram að byggja og svo framvegis. Þannig að þetta er og mér veist þetta bara gríðarlega spennandi og þetta er af hverju þetta og af hverju það er alveg rétt, þetta er ekki í anda hinna fjárfestingana, en að sama skapi þú veist að svona verkefni verður ekkit að veruleika án aðkomu sterkra fjárfesta og við erum bara útrúlega stoltir að því að taka þátt í þessari uppbyggingu og búa til vonandi bara nýja atvinnugrein sem verður ný útflutningsstoð. Þá er ekki bara að tala um okkar fyrirtæki, heldur þú veist með öllum þeim fyrirtækjum, hinnum fyrirtækjunum sem eru í sambærilegu uppbyggingu. Já, þeim megi vera stoltir að svo auðvelt að halda með þessu, að þetta er eins og nefnir, þetta er bara, við erum að nýta alla bestu kosti í íslenska náttúru og landið sem við eigum og já, alternatífið er ekki að fallegt. Nei, Sjókvíaeldi. Kannski eitt, hvenær vitum við hvort Gamli gekk upp? Hvenær áætlaði þetta að fara skila tekjum, arði og afkomi? Erum við að tala um 31-32 eða? Ég held að fyrstulega og allir ekki kalla þetta gaml en ég gerði það. Nei, þetta er öðruvísi fjárfestinga eins og þú segir og við skulum ekki gera lítið úr því en það sem er aðalatrið allavega hvað okkur varðar og það sem er gefur manni hvað við segja kraftin í framhaldi er að sjá að vatnið eða sjórin sem við náum upp á jörðinni er bara það menn hafa sérfræðingar í vatnsgæðum hafa ekki séð önnur eins gæði, þannig að það er allavega jákvætt og laxinum virðist líða mjög vel í því umhverfi sem við höfum skapað. Þetta tvennt gera það verkum að eins og ég segi, verkefnið er í rauninu bara áfram að byggja áfram upp. Þannig að ég held að við náttúrulega við erum alltaf með væntingar að það fara að styttast í hvað við segja núllið í svona undirliggjandi rekstri, en ég myndi segja á næstu 2 árum þá vonandi verðum við þar og síðan í framhaldinu fer þetta, hvað við segja, fer sjóstreymi vonandi að snúi rétt átt, eins og maður segir. Til að slúta þessu, ég með 2 spurningar í einu, eru þið búin að setja meira í þetta en þið uppálega ætluð og í öðru lagi er áhugjefni að núverandi hlutafar séu svona mest megnis að setja meira pening í þetta frekar en að séu nýja aðalega að koma inn? Já, við sjálfur sér hugsaðum ekkert eitthvað nákvæmlega í upphafi hvað við myndum vilja setja meira í þetta, mikið í þetta í einhverja heild. Ég held að þú veist það sem að maður náttúrulega bara í svona fjárfestingu þá setur maður eitthvað hérna í hana og svo sér maður hvernig framþróunin er og síðan horfum maður á hérna hvernig til hefur tekist og hvernig lítur framhaldið út. Ég held að það sem er mjög jákvætt og við höfum verið mjög ánægð með er að sjá sterka innkomu lífeyrissjóðanna með okkur í þetta. Bæði hefur Horn, fjárfestingarsjóðurinn, framtakssjóðurinn hérna hjá Landsbréfum kom sterkur inn í þetta og svo hafa lífeyrissjóðarnir komið til viðbótar við hliðina á þeim sjóði inn í þetta. Sem að ég held að sýni bara styrkleikan og gæði verkefnisins og svo framvegis. Við höfum verið og erum að vinna í því núna að leita fyrir okkur erlendis. Það hefur í sjálfu sér gengið að einhverju leiti hægar heldur en var gert ráð fyrir,
Það er einhvern veginn þannig að allavega líður okkur þannig að ef við horfum á þessi undanfarin ára að það er alltaf þegar við erum að fara á stað þá er alltaf einhver upp að koma annað út í heimi. Það er búið að vera, það er eins og þið vitið, það er búið að vera innrás í Úkraínu, það er búið að hendi Liberation Day, það er búið að vera eitthvað innrásin í Íran núna og svo framvegis, þannig að það er alltaf eitthvað í gangi, þannig að ef ekki að segja að ef ekki vona að þetta verði aðeins rólegra næsta haust og inn í veturinn, þannig að við getum farið að kynna þetta til sögunar hjá erlendum aðalum. Já, klart. Should I stay or should I go? Origo. Sérfræðingar Origo búa þetta yfir yfirbörðþekkingu. Þeir eru með tækni og rekstur umhverju íslenska fyrirtækja, skýjalausnirnar, gervigreind og rekstur sem að tryggir það að þitt fyrirtæki ná árangri. Og það er annað, sko. Þeir hýsa þetta líka. Af því að, þú veist, það er svo mikið í húfi fyrir íslensk fyrirtæki og eins og Heiða Guðjóns kom inn á með netöryggi. Einmitt. Að þú sért ekki að útvista þessu hvert sem er. Ný. Og Origo eru bara þarna er þekkingin, hún er að safnast á, ég get ekki sett fárra manna hendur, því að það er fullt af sérfræðingum þannig. Já, Origo. Og þeir eru fremstir á sviði tækni og rekstrar umhverfis. Payday. Við vorum nú báðir að tala við þá í dag. Já, mikið er leiðinlegt að standa í því að stofna nýja kennitölu. Já, og nýtt fyrirtæki og fara að senda reikninga og hvað. Getur þú ímyndað hvað það væri mikið vesen eða það væri ekki fyrir Payday? Nei, ég eiginlega get ekki ímyndað mér það. Þú veist að því að það er nógu leiðilegt að búa til vasknúmer og launagreiðendaskrá. Já, eitthvað svona dót. Getur þú ímyndað ef þetta væri samt? Þeir eru þó búin að taka þetta allt saman í þægilegt, einfalt og fljótlegt ferli þar sem þú þarf bara að safna upplýsingum saman. En þetta væri allt út hvipin og hvappin og þú verður að endurskrifa þetta og annað. Líka uppsetningaferðlega hjá Payday. Það kom bara að það hefst uppi 70% búið. Já. Svo ef það var eitthvað sem var ekki alveg viss með þá gæti maður bara að fara í netspjalli og spurt sorry gamli, ég veit ég búin að bugga það hansi mikið, hvernig gerir þetta? Hann græja þetta, maður getur ítt á aðstoð og getur hann bara að fara inn fyrir þig. Bara ef þið eru að stofna fyrirtæki eða eru fyrirtæki eiginlega núti, Payday er málið. Giggo. Ef þú ert að halda veislu, fagna ástinni með heljarina stórveislu. Basically, ef þú ert að gera allt annað en að setja bílskúrsurinn eða já, þá var það Giggo. Þá var það Giggo. Ef þú vantaði barþjón sem að handleikur hristar af list. Já, vantaði þrif, vantaði sláttur á garðinn. Lifandi dinni, músík, þetta fullt af flottum tónlistamönnum. Það er allt milli himins og jarðar og stjörnugjöfin góða. Já, hún er, sýningagsægi og tryggir það og fáir allavega. Þú fór gæðin heim. Já. Elko. Ég var að hugsa að velja vöruvikunar. Já. Og það er auðvitað sumagjöfin sem er ofarlega í huga margra foreldra. Measure, learn, improve. Þetta er eitthvað svona kuppur á takkaskona. Já, þetta er sniðu græja. Fyrir foreldra þarna úti sem er að hlusta. Já, en svo þeir auðvitað með allt milli himins og jarðar. Þeir eru með pizzaopn og pizzaspaða og jú, neymitt. Rammax pizzaopn, já, þetta er allt annað. Sessor, nálgun Sessor snýstu auðvitað, hún gengur út af það að vinna verkefnin frá upphæðu til enda og fá greiningu yfir í daglega rekstur, úttekt og greining. Talað að leiða verkefnin frá A til Ö, vera one stop shop. Þetta er ekki fyrirtæki sem selur eitthvað hugbúna og svo er það Sayonara. Sayonara? Nei. Þeir eru með frá A til Ö. Og þeir eru með allt frá smærri rekstraraðilar og upp í stóru rekstraraðilar og svo ekki séu undanskildir opinbera aðilar. Ný. Það er engin biti of smár eða of stór fyrir þá. Þeir eru til staðar fyrir öll rekstrarform. Það er alltaf eitthvað í gangi. Á dögunum var staðfest í fréttatilkynningu að Bláa lónið og Arctic Adventures ætla að saminast. Það má ekki líta á þessum mönnum. Nei, það má ekki blikka á auga. Samanlega tekur 34,3 milljarðar yfir 1100 starfsmenn í heildina. Stóður auðvitað stærsti hlutafi Arctic Adventures með tæplega 42% og þriði stærsti í Bláa lóninu með 7,3%. Eins og við nefndir áðan, þá setur þú í stjórn Bláa lónsins og Lárus í stjórn Arctic. En sko, hver er pælingi með Sameinuðu félagi? Er mikil hagræðing fólkin í þessu? Já, aðalega sóknarfæri að okkar mati. Ég held að það sem að fyrirtækinu að einhverju leyti eru ólík og hafa verið með svona ólíkar áherslur. Náttúrulega Bláa lónið hefur verið leitt af Grími Sæmundsson frá upphafi og
hann hefur verið náttúrulega lykilmaður í þeirri uppbyggingu og hefur svona áherslan hefur verið meira á svona innri uppbyggingu á meðan að Arctic Adventure verður meira til úr því að sameina í raun og veru minni einingar og var komið á ákveði skrið í því þegar COVID skellur á og við komum síðan svona í kjölfar og COVID inn í eigandahópin og svona hvað við sagði fylgjum því eftir að félagi fer aftur á stað og höldum í raun og veru að einhverju leyti áfram það sem frá var horfið í því að stækka með kaupum á fyrirtækjum og okkar sýn í þessu í raun og bara svo að ef við horfum á ferðaþjónustuna og ferðaþjónustu þau fyrirtæki sem í ferðaþjónustunni að við þurfum alveg gríðarlega mikla fjárfestingu og það gerist ekkert að sjálfu sér eins og ég búið að tala held ég í 20 ár, já við þurfum betur borgandi ferðamenn og við viljum svona ferðamenn og ekki hinsegin ferðamenn og svo framvegis ef við búum ekki til umgjöruna til þess að taka á móti ferðamennum sem að geta og vilja eyða peningum þá munir ekki koma það er alveg fullt af fólki sem kemur það er fullt af fólki sem að vill koma en það er líka fullt af fólki sem kemur ekki af því að innviðirnir eru ekki til staðar og mér finnst bara en þú veist, ég horfa á það jákvætt en ef við skoðum bara þú veist, mörg af hvað við segja, þeim fyrirtækjum sem hafa verið byggðu upp á undanförnum árum eða á, við segja, 10-20 árum þetta alveg ótrúlega mikið bara einstaklingsframtakið þú veist, það hefur mikið verið að búið til lón undanfarin ár það eru gististæðir það eru einhverjar rútuferðir eða jöklaferðir og svo framvegis en svona til þess að takast á við svona þessa stóru fjárfestingu samanber það sem að Bláa lónið að gera í Þjórsárdal það sem að Arctic Adventures hefur áhuga á að gera í tengslu við Kerið og Fjaðrárgljúfur og svo framvegis að þú þarft að vera með stór og stæðileg fyrirtæki sem að eru með fjárhagslega bolmagn til þess að takast á við þessi verkefni af því annars verða þessi áfangastæðir ekki til og þannig að það má vel að segja kannski að einhverju leyti að fyrirtækin hafa undanfarnum árum verið að þróast bara með sínum hætti í raun og veru bara á algjörlega sikkvoru sviðinu en síðan má segja að núna bara bæði kannski í tengslu við fósturarbreytingar og svona stefnumótun sem að því fylgdi og síðan svona fyrir á skráningu og svo framvegis að þá var áhugi á Bláa lónu til þess að víka sjóndeildarhringinn og urðu þessi kaup. Mjög spennandi. Grímur náttúrulega kom til okkar á fyrir nokkrum mánuði síðan og fór yfir þetta. Hann var mjög gagnrýninn til dæmis á stjórnvöld varðandi hvað að þau séu bara að sofa á ferðaþjónustunni og gagnrýndi sérstaklega bara Kristrúnu og talaði lágframleiðni störf og annað og líklega tekur bara undir það. Það rauði þráðurinn þegar maður talaði um marga í ferðaþjónustu naðinum. Það talaði alltaf illa ferðaþjónustur. Já, við hvað við segja, í yfirferð minni og aðalfundi stóða síðast þá reyndum við nú svona aðeins að kafa ofan í þessar fullinningar, bæði varandi framleiðnina og engin hagvöxtur á mann og í raun og veru svona þessi neikvæðni gagnvart ferðaþjónustunni eins og hún sé rót vandans að einhverju leyti þegar kemur að framleiðni en þegar maður skoða bara staðreyndir máls þá erum við með og við horfum bara á frá 2018 þegar að áður en COVID skellur á og það alls saman að þá erum við erum með svipa marga að starfa í ferðaþjónustunni í dag eins og þá við erum með meiri útflutningstekjur töluvert meiri útflutningstekjur í dag heldur en þá það er engin fjölgun í þeim sem starfar í greininni þannig að þú veist ef að þetta gekk upp 2018 þá allavega hefur það ekki verið valdaninu þrýstingi yfir þetta tímabil þannig að
framleiðinni í ferðaþjónustunni hefur verið að aukast umfram íslenskt atvinnulíf og ekki segja allavega og klárlega umfram það sem er að gerast hjá hinu opinbera. Þannig að þú veist, þetta er ekki réttmætt gagnrýni. Ég veit ekki alveg út af hverju þetta, hvað við segja, ég veit ekki hvort að þetta sé bara vinsælt, en þetta er allavega ekki satt og síðan getur fólk haft skoðun á því hvort það vilja hafa fleira eða færri ferðamenn og eitthvað slíkt, en ég held að ef við horfum bara á flóru til að mynda veitingastaða, geististaða, áfangastaða hringinn í kringum landið, hvaða áhrif þetta haft á minni byggðir og svo framvegis, þá held ég að sé mjög fáir sem að myndi vilja fara aftur til 2010 og sleppa 500 milljörðum af gjaldeyristekjum á ári og ég er nokkuð vissum að tenniferðinar myndu hækka hans í verði ef við myndum sleppa þessum tekjum, þannig að en þetta kallar bara á meiri, hvað við segja, fræðslu eða fræðsla kannski ekki gott orð en hvað við segja, tala meira staðrendinnar og ég trúi því bara að það sé alveg gríðarlega tækifæri í ferðaþjónustunni og ég held að við og mér veist í raun og veru oft á tíðum alveg ótrúlegur bölmóður. Það er gríðarlega fjöldi ferðamanna eða fólk sem að ferðast á hverju ári, þá er ég að tala í heiminum og það er mjög mikið af hvað við segja, þessi middle class og síðan er betur settir, betur borgandi ferðamenn sem slíkir á ferðin á hverjum tíma og ég held að Ísland hafi svona alltaf meira og meira bjóð upp það sem að fólk er að sækjast eftir. Það er verið að sækjast eftir hitabylgju í Evrópu núna, þannig að það er ekki nóg fyrir fólk að flýja hitan í suðrinu, þú ert að fara alltaf norðar og norðar, þannig að veist, það er einhver tækifæri í því þó að ég vilji reyna að komast aðeins sunnar þannig að það er tækifæri, það er mikil eftirspurn eftir alls konar heilsutengdu ferðalögum, hvort sem að það er bara læknisfræðileg heilsa eða í raun og veru allt þetta allir þessi hreyfingu útivera og það sem á náttúra sem að við höfum upp á bjóða og ég held að við eigum alveg óendalega mikil tækifæri þarna eftir. Ég held að við séum bara stundur svolítið lítil í okkur og einhvern veginn hugsaum ekki einhvern veginn nógu stórt og ég held að þetta er verkefni, þetta gerist ekkit á 1 ári eða 2, en ég held að þetta enn og aftur, þetta snýst bara að setja sér markmið og vinna eftir því. Ég meina, það þarf ekki að ferðast mikið að lesa mikið af blöðum til að sjá, ég meina, það eru hvort sem eru lönd í Miðausturlöndum eða Tyrkland eða Gríkland eða Spátn eða hvað Asíulönd, ég meina það eru endalaust á löndum sem eru að auglýsa sig sem áfangastað og við þurfum bara að taka þátt í þeirri keppni og það góða er að við þurfum miklu færri heldur en allir hinnir af því að við erum miklu færri og ég er alveg sannfærður að við getum bæði fjölga ferðamönnum, ég er ekki að tala eitthvað að þrefaldað á 3 ára með neitt þannig, en bara það sé svona mátuleg aukning á hverju ári, sérstaklega yfir vetramánuðina og svo framvegis. Ég held að með samstillt átaki sé það hægt, það tekur smá tíma, en þú veist, en þetta enn og aftur snýst bara að sína smá stefnu og smá þor og horfa á stórumyndina og bara hætta þessari neikvæðni. Já, hvernig var það? Það var mjög gott. Við erum komin í rindarspurningarnar sem eru jafnframt síðasti liðu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að fá saman að góða spurningar hérna frá honum Mikaeli Andra og síðan Tómasi Tuma. Tölum að stefna skráningu á fyrir hluta þessa árs. Hvenær má búast við stóðum að markað? Já, það er $1 million question. Já, ég misti þetta út mér hérna fyrir ári síðan aðalfundi að maður væri svona farin að hugsa sér til hreyfings og maður held að þegar maður myndi horfa inn í haustið það er að segja haustið í fyrra að maður væri farin að sjá aðeins svona, hvað við segja, betri aðstæður á markaði. Ljósvegenda gangana og Ásgeir væri hress og væri búin að dundra vöxtunum niður og þetta væri allt svona komið í betra jafnvægi og nei, heldur betur ekki þannig að
þannig að við í sjálfu sér og svo annars þá myndi ég segja að markaðsafstæða frá því að ég sagði þetta hafa nú ekki verið til að hrópa húrra fyrir en að samaskapi líka þá hefur verið ótrúlega mikið í gangi í eignasafnunum okkar þú veist bara það er náttúrulega, við erum búin að fara yfir þessi atrið, þú veist, við erum með allar þessar yfirtökur inn í símanum auðvitað var maður með væntingar það að það er ef ekki að segja að væri komna lengra heldur en það eru komnar en það er eins og það er sjálfur eins og við komum inn á áðan að ég væntingar það að 2 bankar verður búin að samanast og ýmislegt annað þannig að einhverja svona þegar allt var saman vegið þá höfum við bara verið svona aðeins hingra með þetta það er ennþá markmiðið að og planið okkar að skrá stúður á markað en það góða hvað við segja, það góða við okkar félag og okkar hlutafa og svo framvegis er að það er í rauninni ekkert aðkallandi, það er að segja við getum bara, við gerum þetta þegar við teljum að það sé rétti tímapunkturinn en hvort það gerist hvort það næst á þess ári eða verður á næsta ári, það munum við bara vega og meta út frá aðstæðum og hagsmunum hlutafan okkar, þannig að þetta gerist á endanum en við finnum rétt að tímapunktin. Þetta er eins og first water, þetta kemur kalda vatninu. Já, þetta er alveg svolítið þannig sko. En Bláa lónið verður þessu árið ekki? Bláa lónið stefnir á markað á þessu ári 4. ársfjórðungi og það er yfirlýst stefna þess félags og en eins og þið vitið að þá allir sem segjast allar fara á markað þeir segja stefna á markað á einhverjum ákveðnum tímapunkti með fyrirvara aðstæður og markaðsaðstæður og framvegis en já, ég held að það er verið að róa allavega öllum árum að því að Bláa lónið fara á markað fyrir áramót. En takkin ykkar er klár þegar þið eru tilbúin? Takkin er klár. Go. Já. Látum við sjá Tómas Kristins, þetta er nú fullirinn frekar spurning, hann segir það var lægimaður að fá kóngin í þáttinn og lætur nokkur upprópunarmerki fylgja. Sammála Tómas. Já. Það er eitt sem spyrir sem er nafnlausum í félagið minn. Munurinn á FL Group og Stóðum? Já, þetta er sama kennitalan. Þetta er sikkvart nafnið en ég myndi segja að þetta eru allt önnur nálgun. Ég myndi segja að það væri kannski stóri munurinn. Það lá meira á fyrir 20 árum síðan það þurfti að afkasta meiru á styttri tíma og menn voru ekki hræddir við að nota lántökur til þess að ná sínum markmiðum og það er kannski eitt af því sem ég kom ekki inn á áðan en sem sagt félagi í dag er skuldlaust það er að segja Stóðir og hefur verið alveg frá því að við hófum þessa vegferð aftur fyrir 8 árum síðan þannig að ég myndi segja að það væri megin munurinn og svo náttúrulega er þetta bara þetta eru alltaf tímar og það sem er mjög skrítið að hugsa til er að eignasafni í dag þó að mörgum kannski finnist að vera stórt þá er það nú í mýflugu mynd með að við hvernig það var hérna fyrir 20 árum síðan og þrátt fyrir verðbólgu og breytt gengi á evró og dólar. Sorry Örstuð, ég veit að tíminn er alveg að hlaupa fram með okkur en við vorum ekki byrjað að fylgjast með fyrir 20 ára síðan þarna þegar þú veist í viðtalinu á Sindra sinni er eitthvað krepp á leiðinni hérna á Íslandi eða eitthvað, er eitthvað svona kunnulegt stef sem er í gangi núna eða? Nei, mér finnst það ekki en ég held að þú veist, ég er kannski búin að reyna að koma aðeins inn á það nokkru sinnum sko Mér finnst skorta ákveðna svona jákvæðni. Við höfum það, mér finnst mjög skrítið, við erum eitt ríkasta landi í heimi, við erum með hæstu laun í heimi, fólk hefur það ekki betra á mörgum stöðum í heiminum heldur en hérna og það er alltaf eins og allt sé í kalda koli. Það eru áskorunir, þú veist, og auðvitað eru viðfársefni sem að þarf að glíma við, sem að er bara eðlilegt. En mér finnst ekki að eins og að það ætti að vera svona, hvað við segja, mikil átök
innanlands einhvern veginn straum og stefnur. Við höfum það alveg, við höfum það alveg ótrúlega gott. Við erum á mjög góðum stað sem þjóð og það er svo margt sem er allt öðruvísi. Ég var að tala um það áðan, það er ekki bara stoðir sem er skuldlaust í dag en skuldaði mikið á sínum tíma. Við erum búin að tala um óhóðlegar einfjárkröfur í bönkunum. Við erum með litla skuldsendingu heimila, við erum með litla skuldsendingu fyrirtækja með það sem var. Þannig að við erum með eignir í útlöndum nettó sem þjóð sem var klárlega ekki staðan á sínum tíma. Þannig að við erum, eins og ég segi, þetta er bara í okkar höndum. Ég tel að við getum gert stóra og góða samninga við erlenda aðila orkun okkar sem að tryggir í raun og hagvöxt og velsaldi næstu áratugina. Þannig að enn og aftur, þetta er ákvörðun. Hvað viljum hafa gott? Að mínum mati. Mjög gott. Gunnar Örn spyr hvað áttu mörg hestöfl? Ég skil ekki þessa spurningu. Hvað verður þau? Nei, ok. Nei, ef hann er ekki að tala fjölda hesta eins og vinur minn samstarfsfélagi Örvar myndi vera að horfa á þetta ef það er að tala bifreiðar að þá ef ekki segja svona 1300. Já, ok, nú skil ég spurninguna. Já. Ég held að þetta var eitthvað lingó. Gunnar Örn lætur knýjafylgja kvið og spyr versta fjárfesting sem þú hefur gert? Góð. Versta, fjárfesting. Mér leiður ég var nú eitthvað, þetta er svona, það var örugglega einhver léleg tækni fjárfesting árið 2000 eða eitthvað, sem var örugglega ekki stærsta fjárfesting sem ég hef gert yfir ævina en hún var hlutfallslega stóra á sínum tíma. Ég eins og það geti að verið Íslandssími eða eitthvað. Það var eitthvað á þeim tíma sem fór mjög illa í mig og ég held ég hef bara lært alveg ákveðlega mikið af því, sko. Birta Ísólfsdóttir, markastjóri Orego. Hún var næstu, hvernig heldur þið svona unglegum? Þessu góð. Þetta er leiðandi spurning. Nú, Þeir hlustu til að taka viðtali fyrir 20 ára síðan, það er eins og sem búin að yngjast 20 ára, sko. Það róa sig. Þetta er ná kannski fullmikið. Nei, ég reyni að hreyfa mig. Það er gimmið svona frekar heilagt þegar ég er á landinu, en ég fer í gimm einu svona dag, alla daga vikunar, nema sunnudag, ef ég er á landinu. Það er nú svona grunnurinn. Að þau eru leiti, ég kalla þetta nú meira að halda í horfinu heldur en eitthvað annað, sko. Harður. Já, það er vel gert. Máni Steinn spyr hvað kostar 1 lítri af mjólk? Úff. Þess er að veist mjög gott. Ég hef ekki hugmynd. Þú er hínu fílabæðsturni. Það er ekki sko 200 kall. Já, það er bara gott gisk. Tómas, Mára næstu. Þú diffraði nánast yfir því versló og hættir við að verða endurskoðandi eins og pabbiðinn. Hvað var það við endurskoðun sem að kveikti ekki þér og af hverju viðskiptafræði? Já, viðskiptafræði sem sagt var fyrir valinu að því að ég var í starffræðibekk í Versló og ætlaði í verkfræði og svo diffraði ég yfir mig í Versló og fór í viðskiptafræði og það er bara ég held að það sé bara raunsannasta lýsing á því okkur ég fór í viðskiptafræði svo okkur ég fór ekki í endurskoðun ég held að bara í gegnum viðskiptafræðin og svo framvegis fekk ég alveg gríðarlega mikinn áhuga á viðskiptum og var svo heppinn að fá í raun og veru strax vinnu svona fá innsýn inn í þann geira þegar ég var á lokaárinu í háskólanum og þá var einhvern veginn bara ekki aftur snúið og það er engan tíma til að fara einhver endurskoðun. Þakkum Kára Birni fyrir góða spurningar svo góður raunar að við afgrindaðar í þættinum. Já, það er góðar. En Tómas Kristins, hann á einni viðbútt hvaða geira telur þú mest spennandi á Íslandi á næstu árum? Mér í raun og veru, þú veist, ef við horfum á
eins og ég horfum á Ísland, ég auðvitað geti sagt, mér finnst ferðaþjónustan og náttúrulega uppbyggingin í laxinum, mér finnst þetta gríðarlega spennandi geira, mér finnst í raun og bara allir geira sem eru að styðja við útflutning í landinu, áhugaverðir, mér finnst bara áhugavert það sem verið að gerast í skipasiglingum, verið að tengja okkur við Grænland og náttúrulega Evrópu og það allt saman og eins og ég segi, mér finnst mjög áhugavert það sem að gerast í gagnaverunum og svo framvegist og við höfum ekki komið að því. Er það að skoða? Nei, við höfum ekki verið að sett fókus á það. Það var, maður kannski fyrir einhverjum árum þá voru svona ýmsar vangaveltur, hvernig mögulega getið tengst því sem við erum að gera í símanum og svo framvegis, en þetta er náttúrulega alveg magnað hvað er búið til mikil verðmæti í þessum gagnaverum en þetta hefur gerst að samanskapi, þetta var nú ekki eitthvað frábært business fyrir ekki mars og lungu, en þetta hefur breyst hratt og er mjög spennandi upp á framhaldið. Þannig að en mér finnst í rauninu bara, það sem er bara vera, hvað við segja, það sem er einhver hreyfing, það sem er mér finnst allar atvinnugreinar áhugaverðar á Íslandi, ég var spurður að því þeir eru erlendis já, og hvað er það sem að vekur áhuga eða hvaða atvinnugrein og maður segir bara, ég er frá Íslandi, við erum 400.000 og maður það bara var opinn fyrir öllu og það er svolítið þannig, maður getur fundið alveg ótrúlega spennandi og áhugaverða hluti í ótrúlega mörgu og bara sem dæmi, fyrirtæki sem við áttum hluti í sem var að setja drykki í dósir og plastflöskur sem að við Refresco sem að við byggðum upp yfir mjög langt tímabil, það var enginn sem hafði áhuga á því fyrirtæki fyrir en að við vorum búin að búið til risastórt fyrirtæki og það er enginn, og þegar þú segir Refresco þá veit enginn hvaða fyrirtæki þetta er en þetta er samt 3. stærsta drykkjarvörufyrirtæki í heiminum og þannig að maður getur þetta snýst svolítið mikið að finna einhvern vinkil eða finna eitthvað svona einhverja nálgun á þau verkefni sem að maður tekur sér fyrir hendur og þá held ég að þá held ég í rauninu að bara langflestir geirar geti búið til mynda tækifæri og verið spennandi og skemmtilegir, þannig að það er ekkit eitthvað svona það er ekki eitt sem ég myndi segja bara, nei, þetta er eitthvað miklu áhugaverður heldur en eitthvað annað, eða bara það er hægt að finna tækifæri alls þar. Fröken Reykjavík, ef að þú ert að skipuleggja vinahitting, fund eða notalega kvöldstund, þá er Fröken Reykjavík staður sem að tekur vel á móti þér, hvort sem það er í hádeginu, á kvöldin eða einfallega í millimál þegar þið langar í eitthvað gott. Já, við vorum hérna daginn og sko ég verð að segja það að ég fór hérna auðvitað með Sólveig daginn og það var voðalega gott, við fórum í einhvern svona seðil saman en Birkir, svo fórum við bara svolítið í óvissuferðina og smökkum einhvern veginn allt á seðlum. Já, fórum í vakjúi maður. Já, og prófum alla eftirréttina og alls konar meðlæti og þú að því ég fyrra skipti fórum við í sko einhvern svona smakkseðil og þú getur alltaf stilt upp í byrjunalið en ertu með breiddina, ertu með heilan bekk, ertu eins og víkingur skilur. Fröken Reykjavík að það. Eru allir réttinniðinni góðir? Já. Og Fröken Reykjavík er einhvern veginn víkingur? Já, Fröken Reykjavík er betri víkingur en við sáum hvernig fólk fyrir þeim og Kópavogsvelli í bikarnum. Svo er það lengja ef þið langar að setja spennu í HM. Finnst þið leikurinn kannski ekki sérstaklega spennandi? Þá er gaman að gera spennandi á lengjunni. Akkurat. Argentína, grænhöfðar er á leiðinni. Setja á Messi að skori til dæmis? Já, eða bara ef þú ert maður litla mannsins þá sáum við hvernig fór fyrir Þýskalandi núna á dögunum. Rosalegt. Þá nú einhverju sem að veit það breyttu einhverjum krónum í... Já, lengjan hefur legið þá. En íslenska þjóðin hefur legið þá. Ég ætla að segja breyttu einhverjum krónum eða sem sagt gerðust bakkjarlar við íslensk íþróttalíf. Og þökkum þeim kærlega fyrir það. Já, þeirra framlag. En David Jones, já, ég sá það kom Þorvaldi ekki neitt á óvart. Nei, hann var rosa hissa. Landsliðismennir okkar séu svolítið í dölum. Þeir kjamsa á sig. Já, ef þið vita, þetta er náttúrulega, þetta er ekki nammi, þetta er íþróttafóður. Sko, Ísak Bergmann, hann lætur ekki hvað sem er ofan í sig, ég get að lofa eitthvað því. Nei, það er nákvæmlega þannig og hann er döðlugkall. Já, hann er David Jones kall.
frumeri, fyrst í skoðun og svo í fríð, ekki akka út í óvissuna. Þetta að drífa sér skoðandi frumeri. Nema þú sért með eitthvað eftir dreif sem að þú veist að sé í lagi, fellísi, hjólísi, tjaldvagna og svo sjálfsögur sút upp. Það er þeirra stærsta útsala til þessa. Já. Yfir 100 vörur á 30% afslætti. Þannig ég hvet ykkur til þess að koma líta við renna við hjá strákunum í bólholtinu. Já, tjekka sútup.is. Já, akkurat. Egill og Jölli, þetta... Heyrðu þetta það klæðsil og vilt bara mæta. Já, þetta er svo mikli meistar. Mér þykir svo vendum það, en eins og þú segir, vefsíðan er líka þægileg. Sorry, kannski örstutt með skráninguna. Eru það að horfa í að fá bara inn nýtt hlutafé eða eru það að horfa í eitthvað exit fyrir þá sem eru búin að vera lengi hjá okkur? Hjá okkur? Já. Við varum bara að horfa að auka hlutafé bara til þess að búa til aukinn slagkraft í nýja fjárfestingar. Rúnar spyr, þú varst í fyrsta árgangi viðskiptafræðinnar í HR. Hvernig var að vera tilraunadýr í nýjum skóla? Já, það var rosalega áhugavert og gaman. Það allavega kom, hvað við segja, ég held að það var kannski, það truflaði okkur svo sem aldrei, sem vorum í þessu, ég held að við höfum allir verið mjög ánægð með þetta og þetta komið vel út og þetta var svona, það var svona ákveðin kraftur sem fylgdi þessu, að vera á tækifæri til þess að vera, þú veist, fyrsti árgangurinn, hann var samansettur svona öðruvísi heldur en kannski típiskur árgangur, þú veist, það var takmarkaði fjöldi sem það var reynt að vera með svona ákveðna dreifingu á aldri og bakgrunn og svo frammeins, þannig að þetta var ekki bara krakkar að koma beint úr framhaldsskóla og maður kynntist, maður kynntist alveg bæði náttúrulega mörgu frábæru fólki og kennararnir sem kom að þessu og þeir sem bara tóku þátt í að byggja þetta upp. Það var, maður á bara alveg ríkilega góða minningar úr hérna háskólanum. Það er ekkert nema gott HR að segja, sko. Týnist það að vera góðu kennarar líka með árangurinn sem þessi menn hafa náð og konur. Sigurþór spyr sumarið í Kaupþingi þegar verið var að uppfæra mötuneytið, pizza og KFC á hverjum degi og hverju kvöldi. Var þetta drauma að vinna eða martröð fyrir ungan mann? Þetta er nú eins og einhver insight spurning. Ég veit ekki hvað er að skrifa niður nafnið á þessum. Er eitthvað til í þessu? Já, þetta er besta sumar lífsmins. Þetta var það var ekki gima hverjum degi þannig? Nei, það var ekki svo rútin var ekki byrjuð á þessum tímabóti. Þetta var einhvern veginn sá líka mann þetta sjálfur, en þetta er alveg rétt. Það var annars vegar mjög mikil vinna þetta sumarið, þannig að það var unnið mjög mikið alveg fram á kvöld og mötunni þetta var bilað eða það var í einhverju lagfæringu, þannig að þetta var veisla fyrir unga mann. Já. Maður sjá, við hefum örfáspurningar eftir Birkir. Já, ég ætla bara að slúta þetta er búið að vera frábært kvöld, Jón, þú búið að standa þessu hetja. Já, virkilega gaman. Við ætlum að byrja á einnig sem þú komið fyrsta sinn, þannig að þá fara alltaf spurninguna eitt ráð til ungs fólks, Jón Sigurðsson. Já, þetta er alltaf svona smá trikki að svara þessu, en ég held að sagt bara að gera það sem þú gerir alltaf af heilindum. Það er, og ég held að það kemur þér alltaf langt og sjálfsögur er æskilegt eða að reyna að finna fjöluna sína, að finna það sem að þú brennur fyrir og alveg sama hvað það er, en hvað sem þú tekur fyrir hendur að gera það vel og gera það af heilindum, að því að það lenda allir í einhverju í lífinu og það kemur eitthvað upp á þar sem að þú þarft að glíma við erfiðleika eða einhverja aðstæður og þá er bara heilindi númer 1, 2 og 3 og heiðarleiki, það kemur þér alltaf alla leið og það gerir það verkum og það maður læri það mjög fljótt á þessum, eins og maður segir, þessum litla vinnumarkaði sem Ísland er, að það er fólk sem að haga sem þeim mætti öðlast virðingu og skilning ef að einhverju hluti koma upp á, þannig að ég held að þetta er svona að þetta er bara svona nálgun, ég held að þetta er ekki bara við vinnu, ég held að þetta sé bara á lífið, sko, að það er heiðarleiki og að hann skiptir alveg gríðarlega miklu máli.
Jón Sigurðsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk sem leiðis.